Gísli Herjólfsson og Erlingur Brynjólfsson, tveir af stofnendum Controlant, eru viðmælendur þáttarins. Controlant nafn sem mikið hefur borið á síðustu misserin, en við rekjum söguna af stofnuninni, hvaðan hugmyndin kom og hvernig tveir rafmagnsverkfræðingar fara frá því að búa til lítinn skynjara sem nemur loftþrýsting í jeppadekkjum yfir í gríðarstórt samstarf með Pfizer og urðu þannig overnight success á 15 árum. Vegferðin var skrautleg, trúin á það var lítil og alls konar hliðarverkefni eins og að vakta gítar Brian May, ferskan fisk, þörunga og matvöru fyrir Chipotle urðu til á leiðinni, en ég segi við leyfum bara Gísla og Ella sjálfum að segja ykkur þær sögur. Þið værið ekki að hlusta á hana þátt eða væri ekki fyrir samstarfsaðila þáttarins, bara ef Controlant geti búið til skynjara sem nemur hversu ljúfengar La Pala pítsurnar frá Olifa verða þegar þau opna pizzastæðin sinn La Madre Pizza á Suðurlandsbraut og í Krónunni núna í byrjun júlí. Vandaðir, handverks, pizzubotnar og sérvalið ítalskt gæðarhráefni, eins og við þekkjum það best frá Olifa. Ef þú, kæri hlustandi, ert að skoða og meta fjárfestingarkostiðina þessa dagana, þá eru íslensk verðbréf óháð fjármálafyrirtæki sem veitir viðskiptavinum sínum aðgang að traustum og fjölbreyttum fjárfestingarkostum. Hvað þýðir það nákvæmlega? Það þýðir að þér býðst að nýta þér sérfræði þekkingu íslenska verðbréfa á fjárfestingum með kaupum í innlendum og erlendum hluta eða skuldabréfasjóðum. Eins og þú heyrir þá margt í boði, þannig að að gera að athuga hvaða leið henta þér. Það er mjög auðvelt að hefja viðskipti í gegnum vefsíðuna ivaf.is. Það eina sem þarf eru rafræn skilríki. Að sjálfsögðu það svo Sjóvá sem að tryggir ánægðari viðskiptavinni 5. árið í röð samkvæmt íslensku ánægjuvóginni. Engin furða að spyrja mig, við erum þéttur og náinn hópur af hæstánægðum viðskiptavinnum. Meðal annars vegna frábæra þjónustu sem bjóð upp á þarna og vegna þess að tjónlausi viðskiptavinnur í stofni fá hluta sinna iðgjalda ár hvert endurgreiddan. Sjóvá tryggir ánægðari viðskiptavinni. Jú, og sjálfsögðu Giflar-geitin, rauða viðvörunin er allt land í sumar. Allir bílar utan höfuðborgarsvæðisins þurfa að hafa 1-2 poka af silkimjúkum Pagan Giflar kanilsnúðum í hurðavössum í sumar. Borgarbörnin mega klárlega kaupa sér poka líka, en þetta er bara svo stór þáttur í ferðavenjum landsmanna. Griftuðu poka Giflar og hallaðu þær aftur. Gísli og Erlingur, stofnendur Controlant, eru næstir á svið. Gísli Herjólfsson og Erlingur Brynjólfsson, verið hjartanlega velkomnir. Takk fyrir. Vígarinn upp. Já. Þetta er smá vikinga, þetta er eins og upphafið á einhverju svona vikingasögu, sko. Já, þetta er ég reyndar nota bara fyrirnafni mitt þegar ég er í samtölum við erlenda viðskiptavinni. Já. Herjólfsson er svolítið erfitt, sko. Og Erlingur er nú þegar búin að enskoða nafni sitt. Já. Erlingur, segir maður stundum. Erlingur. Mikið kirkina því. Ekki bara Elli. Jú, Elli, það er eiginlega það sem ég nota í dag eftir að hafa gert alveg rækilega grína mér þarna. Kannski eftir að reyna að enska þetta. Brynjólfsson, er það ekki? Brynjólfsson, já. Það er mjög íslenskt. Eða svona, jafnvel svona indjána, Brynjar Úlfur. Já, en þetta er leiðilegt, sko, útlendingarnir fatt ekki hversu svona gildislaðin þessi nöfn eru, sko. Svona Herjólfs og Brynjóls, það er þetta. Já. En Gísli og Elli, það er líka bara fínt. Já. Herðu, Controlant, þetta er náttúrulega mikið búið í fréttum síðustu ár, mikið komið svona á almenningur er svona að byrja að taka svolítið utan þetta fyrirtæki, en 2007 þegar þið eru að stofna þetta svona formlega, þið verið til þarna á milli aldamóta og hruns, svona skemmtilegt millistigs ástand þarna. Hverjir eru þið eiginlega? Þið eru rafmagnsverkfræðingar báðir, er það ekki? Það passar. Og Gísli, hvað svona, ef við byrjum á þér, hvað varst að bauka í lífinu? Varstu bara að sjá fyrir þér að stofna næsta Marel eða? Sko, ég var bara þegar þessi hugmynd kemur einhvern veginn upprunalega það byrjaði þannig að sko við Elli náttúrulega kynnumst þarna í háskólanum og urðum bara mjög góði vinir strax og vorum svona samferða í gegnum námið í háskólanum og svo fær Elli þessa frábæri hugmynd að taka loksins þátt í þessari keppni þarna vel á iðnverkfræðinema þar sem var smíð einhver svona bíla og farið svona einhver þrautir og eitthvað þess að þar og þannig að hann peppaði mig upp í að við myndum taka þátt í því. Þetta er dæmi sem var sjónvarpað alltaf, eða ekki? Jú, við eigum mér sér vídeoklippuna að því þegar við vorum að taka þátt, sko. Og ykkar robot, þetta er alltaf einhverju bílar? Já, svona robotbílar eitthvað, já. Okay. Og við það var eitt kennari þarna í rafmagnsverkfræðinni sem við vissum að átti svona eitthvað dót til þess að forrita og eitthvað. Þannig að við töluðum við hann og fengum lánað hjá honum. Tókum þátt í þessari keppni, vorum í langkraðasta bílinn, það hefði bara rosa gott ef hann ekki að klára brautina samt. En hann við unnum ekki til stóra afreka en Trausti Þórmundsson sem hann var stundakennari í rafmagninu, hann var með eitthvað svona gæluverkefni og það er ástæðan fyrir hann átti hennan búnað og fekk okkur bara, ég man eftir e-mailinu sem við fengum frá honum það sem hann sagðist með eitthvað svona verkefni og hver veit nema við getum
kannski í framtíðinu haft eitthvað upp úr þessu, ég var að norða það. Ok, og þið eru þarna þá bara spenntir fyrir því að fara í eitthvað svona startup fasa eða eru þið, þú veist, er ekki svona aðeins eðlilega að fólk bara útskrifist og sækjum vinnu eitthvað staðar eða? Ég held að það hafi verið svolítið, kannski, það er meira normið að það sé pathið, sko. Sko, allan fyrir mitt leiti þá, hefur maður alltaf haft áhuga á sköpun, búið ekki til og foreldrar mínir mikið, móður mínir var kennari og pappi var svona mikið í sko, vann hjá Pósti og Síma og svona fjarskiptamálum og mikið að grúska með tæki og tækni og annað. Þannig að maður ólst alveg svolítið upp í því. Svo náttúrulega kannski í kringum fyrir 2000 þá fyrir maður að heyra svona fyrstu sprota fyrirtækjum í Íslandi verða einhverjum, svo Ós og fleira. Þannig að maður verður svolítið spenntur fyrir svoleiðis vegferð. En einhvern veginn ekkert mikið að gerast á Íslandi, ekki að mikið að gerast í dag. Nún eru bara sjóðir út allt og það er fólk að gera flotta hluti og það er allt bara miklu aðgengilega gegnum podcast, YouTube og fleira sko. Maður náttúrulega hafði heyrt af Bill Gates og einhverju svona gæðin sem hefur gert stóra hluti í Bandaríkjunum og svoleiðis. Þannig að þetta var eitthvað sem kýtlaði mann alveg í á þessum tíma en síðan þegar Trausti sendir hennan e-mail að þá svona, þá fór eitthvað að kýtla þar og við förum að leika okkur með tækni, þráðlausa tækni og fyrsta má segja applicationi sem að hann lagði til að við myndum skoða með honum, það snýrist að mæla þrýsting í dekkjum á bílum. Og þá var sko markhópurinn íslenskt jeppafólk sem á stóra bíla og stórin dekkjum og þar var kannski krafa svo að við myndum þróa tækni, sem sagt þráðlausa tækni sem mældi hitastig og þrýsting í dekkjunum en væri samt þannig hönnuð og þú þyrftir ekki afhelga bílinn einu svona mánuði til að skipta rafhlöðuna. Og við lögum svolítið kapp á það að þróa það og enduðum með í rauninni tækni eða svona hálfgerðan plattform til þess að byggja síðan þær lausnir sem við vorum að móta árunum eftir ofan. Er þetta svona grand plan, byrjum á dekkjunum, förum síðan yfir matvarinn, síðan í lyfin eða eru þið líka bara svona, má ég kannski með eitthvað svona verkfræðið hugsun eitthvað, þetta er skemmtilegt vandamál, okkar langar að takla þetta og reynum að gera eitthvað úr þessu og síðan bara getur maður ekki hort í framtíðina, maður bara svona tengi punktana meira svona eftir á. Já, en ekki segja sko plani var náttúrulega ekki meira en það bara hafa bara óslega gaman að búa til einhverja skynjaralausn og grúska bara eitthvað og við náttúrulega tókum af okkur alls konar svona einhver verkefni svona til þess að fjármagna kaupa á íhlutum og eitthvað. Það var bara á allavega fyrir launum, það var allavega ekki fyrir 2007 held ég sem við stofnum fyrirtækið og nei, við vorum ekki með neitt sérstaklega mikið plan. Við vorum svona endum upp, ok, hér erum við tækni, hún er óslega cool, en hvaða vandamál getur hún eiginlega leyst, sko? Ok, þannig þið voru með lausn en ekki nógu stórt vandamál. Já, í rauninni sko. Tækni í leita vandamál til að leysa, eins og við stundum talaðum sko. En þið eru tveir, ég bara er ekki alveg með betra orði við það, en þið eru alveg bilderar, þið eru ekki bara sölumenn sem eru að fjármagna einhverja lausn, þetta er svolítið ykkar smíði eða hvað? Já, við erum eins og nefndir á sko, við erum rafmagnsverkfræðingar og við fórum að stóru leiti út í þetta til þess að leika okkur með tækni og búa til nýja hluti og gera skemmtilega hluti, leysa vandamál. Og með svolítið hands-on approachi en svo hefur það náttúrulega sannarlega maður þetta gangi gegnum mörg þroskastig á undanförnum árum í þessu vexti og öðru að maður ekki þurft að fjarlægast svolítið það. Þegar þið náið að leysa eða þessi lausn sem búið til, var hann góð fyrir þrýstingin í dekkjunum? Var fólk ánægt með þetta? Já, eini viðskiptavinurinn okkar, hann var gríðarlega ánægð með þetta allan einhvern smá tíma, minnum mig. Já, vika 2 eða eitthvað svo við seldum sérst eitt kerfi og svona maður hefur hugsað sko, hefur ekki verið betra að selja þetta ekki, en mér finnst alltaf svo gott að taka svona positive spin á allt sem við farið í gegnum. Það er svo auðvelt að horfa í baksinsspegin og horfa tilbaka og segja þetta voru mistök, en það sem maður lærið þarna er að það er ekki það sama að láta eitthvað virka á lappinu fyrir fram að okkur borði og svo í raunukari. Þannig að en þar sko, við þróum þessa lausn fyrir þetta application, en það var síðan í rauninni byrjunin á þessari vegferð, af því að þarna fór fólk að heyra að því að væri einhverju gaurar í háskólanum að þróa skynjara og þar alveg fengu aðila til okkar sem að voru með önnur application sem að við gátum hugsa að nota
tæknin okkar í að leysa. Og hvar bregðuð þið fyrst út af brautinu með dekkin? Hvar farið þið yfir í það bara að sjá, herðu, ok, þessi lausn, hún virkar á fleiri mörkuð? Já, sko, það var eiginlega að, við sáum alltaf fyrst bara miklu meira application í að fara frekar að fókusa á að mæla hitastig og rakastig og þá vorum við svona meira að horfa í matvælageran og fórum að skoða og fengum þess að styrk fyrir verkefni fyrir að kalla ferilvöktun á ferskum fiski og Er það cold chain eða? Já, það rauninni bara, þá var hugmyndin að í rauninni að ná svona bara í rauninni end-to-end hitastis vöktun á útflutningi á ferskum fiski. Þá voru þetta verkefni í gangi í staðin fyrir að flytja út frosin fisk að flytja hann út ferskan en með sjóflutningi sem að hægt ef að þú ert með mjög svona, hvað maður segja, þú þarft eiginlega að hafa fiskin í -0,5 gráðu, þannig að hann fristi ekki en þú ert samt undir 0 gráðum þannig að örvuru fari ekki að myndast sko, þannig að hann helst ferskur lengur sko. Þannig að vandamáli var ekki beint að flytja hann, já, augljóslega, en það var heldur bara svona að ganga skugga á meðan flutningur stóð að hann væri nákvæmlega við þessa -0,5 gráðu. Já, í rauninni sko. Ég hitt alternativ að flytja með flugi sem alltaf rándýrt og mikið kolefnisfótspor í því. Þannig að við vildum sett flytja þetta í gammaflutningum, í skipum með því að halda hittasteginu undir mjög stöðu. Þannig þið eru bara að gera þessa flutningsleið mögulega? Nei, sko, við náttúrulega erum svo sem ekki að stýra henni hittasti í þessu verkefni, heldur var þetta bara meira að þú veist, fyrir þá sem að voru að vinna í þessu verkefni að hafa bara aðgengu á gögnum til þess að geta staðfest að keðjan sé órofin og þetta virki í rauninni. Einmitt. Þannig að við erum í rauninni meira sem mjög mikið því sem gerum í dag í rauninni, við erum bara í rauninni að gefa sönnunarbyrði á að allt sé í lagi. Einmitt. Þannig að þeir eru bara í rauninni bara með einhvers konar svona upplýsingasöfnun og meðan ferðalaginu stendur. Já. Og var þetta bara ekki til eða? Ég hugsaði núna bara hvernig gat eitthvað íslenskt fyrirtæki verið fyrst með þetta? Sko, það ekkit nýtt á nálinni að fyrirtæki séu að búa til búnað til þess að mæla hitastig og náttúrulega búið að vera svona 35 ár síðan eða eitthvað tækni sem að hefur verið í rauninni allsráðandi þangað til að við kannski komum almennilega á markaðinn. En málið að hún ekki gefaði rauntíma upplýsingar eða gefaði staðsetningar, heldur þetta meira bara þegar að varan komin á endastað að þá geti séð gögnin og bara ok, hún skemmtist fyrir 4 vikur síðan, þannig að við þurfum bara að henda þessari vöru. Í staðin fyrir að þegar þú ert með rauntíma upplýsingar ástandið, og það var alltaf það sem við vorum að reyna að ná fram, að það var alltaf að vera með rauntíma í öllu því sem við vorum að gera til þess að koma í veg fyrir rýrnunina til þess að geta brugðist við áður en að vara skemmist. Einmitt. Það var bara ekki, nei, þetta var bara ekki, þegar við byrjum þá var þetta náttúrulega bara svo sannlega ekki til. Já, og ég myndi segja, bara til þess að bæta við þetta, þá voru við náttúrulega að vinna í þess að þeim tíma sem að þráðlaus tækni þekktist alveg, en hún var ekki jafn útbreytunir í dag í öllum sem applicationum sem að hún nýtt í svona bara á hverju heimili í dag, bara sem dæmi. Já. Og í iðnaði. Svo var það líka þannig að það verið með í skíinu og svo list, það var einhvern veginn ekkit endilega þekkt neitt vola mikið en í dag náttúrulega nota allir Facebook og online banking og allt það sko, en við erum alveg á þessum tíma, þetta þarna líklega í hvað 2007 eða ekki, 8 eitthvað slags. Jú, kannski bakka kannski nokkur aftur í tíman, ég meina Bluetooth var ekki komið í, var svona að byrja að koma einhverja síma sko og var ekki nálagt því sem Bluetooth í dag. En Bluetooth ekki eins og í fyrsta iPhone-unum sko. Nei, einmitt sko. Þannig að þetta svolítið veruleiki sem við erum að díla við á þessu tíma sko. Og við til þess að, og við náttúrulega vildum til þess að ná fram rauntíma þá þurftum við að geta tengst í rauninni farsímakerfinu. Koncept IoT var ekki til, þannig að Internet of Things. Nei, Internet of Things einmitt var ekki til og þannig að við erum með farsíma modem, ég held að það hefði verið besta nafnið yfir að þá. Það þegar maður hringir inn Nei, sko, þetta rauninni bara í rauninni sími, þetta bara, sem að sko, áður en að það var náttúrulega bara 2G, gamla, fyrsta farsíma kerfi, sko, kannski fyrir utan MNT, sem var, sem enginn veit hvað lengur, en þetta eru svona bara fyrstu GSM símandi, bara þessi Nokia, síma, það voru bara á þessu 2G-nættúri og það var mjög svona GPRS partur af því sem það bara mjög
lág bandvít á netsamskiptum. Þú varst alveg 5 mínútur að lóta einni vefsíðu sko á símóninu fyrir þá síma sem actually studdu þetta. Þannig að það var einhverjum tækni sem að við höfðum þá aðgengi að sko og eins og Elli segir, það var heldur ekkert cloud, það var bara centralized database, skilur þetta var bara einhvern server einhverstaðar, hann safnaði gögnunum, skilur og þetta concept cloud var ekki allavega ekki vel þekkt og sérstaklega inn í þessi gerju sem við síðan fórum að herja á, þetta er kjölfarið. Ok, en þið eins og með bara þennan snúning frá þrýstingnum í jeppadekkjunum, munið eftir einhverjum tímapunkti þar sem að þetta var mögulega bara, ok, við leistum þetta með jeppadekkin, nú fer ég bara að vinna fyrir einhverja verkfræðistofu eða kom eitthvað svona punktur bara, nú er þetta orðið aftur spennandi maður, ok, kannski bara gerum þetta, við förum eitthvað lengra með þetta. Var aldrei neinn svona spurningum hvort kontrólant ætti bara rétt á sér yfir höfuð? Sko, ég myndi segja allavega fyrir mína parta að við fengum þarna, sko, var bara algjör guðskjöf, við fengum þarna styrk frá Rannís til þess að taka þátt í þessu verkefni með ferilvöktun og fiski og og þá opnaðist tækifæri fyrir okkur í rauninni inn í lífageran og það í rauninni var svona það sem að verkefni sem að bjóð til svolítið tilgang félagsins sko og það var tengt svínaflensufaraldrinum 2009 sko. Þannig að það tók okkur alveg 2 ára að finna tilgang í rauninni þarna frá því stofna fyrirtækið. Elli, varst þú einhvern tíma næstum hættur? Ég held sko, tek undir með Gísla sko, við verðum duglegir að sjá sko tilgang og fagna líka litlu sigurunum og svona. Það sem gerist í rauninni þarna samhliða þessum að segja að við förum í þetta fiskverkefni og fáum hana styrk að þá nálgast okkur aðli sem við vil fara að mæla hítasti og þrýsting og rakasti í byggingarinnan og þá má vel að það segja að þar byrjuð að móta þá tækni að það er vöru sem við kerðum á í svínaflensu faldrinum í rauninni þannig að séu alveg sem við kaupa lausnin okkar og setja hann upp í húsum og fleira og þar höldum við áfram að móta lausnina svo kemur þörfun á því að rúla þess út í tengsluði svínaflensu faraldurinn og þar sem sagt tökum við þá leið að byggja það á þessari tækni sem hefur verið að þróa í rauninni fyrir fiskvöktununa og þennan aðla í byggingarinnan og eins og sönnu sprota fyrirtæki Sæmir að þá náttúrulega bara græjuðu þetta fyrir þetta application og þetta rollout þarna og við þurftum að setja þetta upp í raun á einhverjum 50-60 heilskjálstöðum sem þótti náttúrulega risastórt rollout á sérstaklega okkar mæli hver á þeim tíma kannski verið 4 eða eitthvað þá 4 starfsmenn 4 starfsmenn eða eitthvað svo leið sko og náttúrulega eðli svona lítilla fyrirtækja þar sem að menn vinna myrkan á milli og allt það er að það er ákveð agility og maður getur breytum stefnum mjög fljótt og sagt, já nei, við ætlum ekki að vera í byggingarannum, við ætlum að pása fiskinn fyrir yfir í leðagerðan og þessari spurningu sem kemur með sko, þú veist, þetta er náttúrulega alveg vegferð og maður þarf alveg að vera klári í að færa fórnir og annað sko og þannig að það skiptir rosalega miklu máli að vera sjálfur með þá sína hlutina, þetta sé eitthvað sem maður vill raunverulega setja lífsins svolítið í, skilur, þú veist, maður er að íta alls konar hlutin til hliðar, þú veist, áhagamálum, maður er ekki að sinna vinnunni af mikið og fjölskyldan, skilur, þú veist, maður verður náttúrulega að sinna henni, en hún er náttúrulega með mann í þessu og fleira, þannig að ég myndi vera að ljúga því að maður hef ekki hugsað, sko, er þetta vegferð sem maður vill fara á? Akkurat. En svarið var einhvern veginn alltaf já, en það skiptur svo miklu mála að maður sjá þessi litlu skref, litlu sigrana og að maður sé á leiðin eitthvað, skilji. Og þegar að svínaflensan gossar upp og þið sem sagt ykkar laust þar, hún er svipuð og með bóluefnin í koronavírufaraldrinum með eitthvað? Þar voru við aðalega, þar var verkefnið að það var bara innanlands náttúrulega, bara heilsugæslur á landinu þar sem að í rauninni var verið að dreifa öllum bóluefnum og þau voru geimt á heilsugæslunum og það voru í rauninni, það var ekki verið að vakta hitast í rauninni rafrænt sko og bóluefni, þessi bóluefni, flest bóluefni það eru geimt í 5 gráðum bara og þar lendir þetta bara í venjulegum kæli en þurfa að vera milli 2 og 8 gráður ef þau finnið fyrir frosta þá skemmast þau þetta er tölvöld öðruvísi heldur en bóluefni sem er í COVID í dag. Má ég að spyrja, gætu þau skemmst án þess að þú vitið það?
þau gætu óvart farið niður og síðan allt í einu upp í sama eðlilegt hitastig og þau eru skemmd án þess að þú vitir það. Já, það er nefnilega málið, sko. Ef þú lendir í því, þannig að þú opnar ískapin og segir hitamæli segir 5 gráður, en ef hann fór niður fyrir frostmark, þá er bara bóluefni ekki lengur virkt, sko. Þannig þið eru í rauninni að sko, vandamálin sem þeir að leysa er ekkert endilega bara fylgjast með, heldur þið getur verið að bara bjarga gríðalegum verðmætum í formi bóluefna, matvæla eða whatever. Og reynilega líka bara mannslífa og bara almennileg heilsu. Þú veist að því að í tilfellum með bóluefni sko þá á mikið lagt í að flutningarnir séu í lagi og allt það og þú veist það er verið að mæla og tryggja allt sér í góðu standi. En síðan getur þú lent í því að þú kaupir lyf út í apóteki eins og setur þetta upp í á mælaborðið í bílnöðinum skilur sól í korter eða klukkutíma eða eitthvað skilur og þá strax getur það að fara að hafa áhrif á líftíman og virkni lífnasóttilefi og ef þú ert ekki með stanslösa mælingar á því það sem gerist í bóluefnakælun til dæmis þá getur það lent í því að skápinu bilar en svo kemst henni lag eða einhver tekur skápinu á sambandi stingur í samband aftur og það ertu hugsanlega með heilt bæjarfélag og það er verið að bólusetja fólk með lyfleysu eða allan minni virkni og það er það sem þetta snýst svo mikið eins og lausna sem við erum að bjóða upp á það er að það sé stanslust eftirlit það er verið að safna gögnum saman þannig að þetta fyrirbyggja tjón og tryggja það að heilsa sjúklingsins sé ekki í hættu en síðan myndi ég segja að lykilatriði líki í nálgunum okkar er svo að við erum að safna gögnum saman þannig að sé hægt að bæta og læra af kannski mistökum forstíðanar. Þannig að þetta er svona gríðlegt vandamál því líka laust á vandamáli sem að vissi ekki beint að væri til staðar og eins og þú ert að nefna þessi vera bólusetja heilt bæjarfélag með bóluefni með minni virkni án þess að nokkur hafi hugmynd það. Það er allan riskið. Við erum kannski ekki að vera að mála skrattan á vegginn það sem er í rauninni verkefni hjá framleiðendum, heildsölum og flutningsaðilum í lyfjageranum og endursöluaðilum eins og apótek og annað það er að tryggja það að lyfin séu alltaf flutt og geymt við kjör aðstæður vegna þess að þegar þú ferð síðan og ferð með lyfin heim til þín þá er enginn sem að getur tryggt það að þetta sé kjör hitastígi þannig að það er verið að hámarka líftíman á lyfinu þegar þú ferð það í hendurnar. Og en reynda með bóluefni því þú náttúrulega ferð ekki með þau heim og sprauta þau sjálfur sko og þau eru mun viðkvæmari og þá þarf einmitt að tryggja það að þau eru bara geymt þarna á heilsugæslum og spítulum og annað og það þarf að bara tryggja það að þau séu geymt í réttar aðstæður til þess að þau virki sem best. Ég trúi nú ekki öðru en að þarna eru Gísli og Elli bara það þurfa allir lyf, Big Pharma er risastór markaður, við erum ekki bara að fara að servera heilsugæslur á Íslandi, það er eitthvað stærri markaður fyrir þessa lausn hjá okkur. Já, ég myndi segja að við hefum séð og lært í þessu verkefni hvað svona lausnir gætu í rauninni skila miklu valjú til bara fyrirtækja og bara heimsberan í rauninni sko. Það væri allan að með við svona þá nálgun sem hefur verið tekin á þessa vöktun á undan en þetta er árið 2009 og 9-10 eða ekki og svo leis og þarna strax erum við búin að læra hluti og ég myndi segja að sýnin okkar og stefnan er svolítið mörkuð af því sem við lærðum á þessum tímapunkti í þessu tiltekna verkefni. Þetta myndi ég segja að þessu sem vorum að tala áðan með að sjá fá samfæringuna fyrir að við sem á léttri vegferð, við vissum bara þarna værum við með lausn og við værum með valjú sem við þyrftum að koma til þarna út í rauninni. Við hefum mikið fram að færa og myndi segja að þetta hefur drifið okkur áfram í ansi langan tíma. Þarna var í rauninni sko, tilgangurinn svolítið mikið til því við vorum hann að vakta bóluefni ég man að ég var alveg bara að vakta horfa á hitastigið og bóluefnakælunum sem að börnin mín voru að fá bóluefni úr bara Kópavoginum sko og maður bara, þetta er geggjaði skápur bóluefni er bara toppmálum þarna skilur það er bara, og þá fóð maður bara átt að segja á því bara hvað hvað þetta skiptir miklu máli og þetta svona tengdist manni svolítið og þetta er allan fyrir mig persónulega verið bara stærsti drifkrafturinn í allir þessi vegferð það er bara tilgangurinn og hafa þetta göfuða markmið bara að vera að venda sjúklinga.
Geggjað. Og þeir náttúrulega eru búin að vera þarna alveg frá byrjun og þeir líka, eins og ég segi, þeir eru mennir sem eru að smíða búnaðinn, þannig þið, sko, og þú veist, við sitjum hérna núna, þetta er orðið ansið fáa, þetta er orðið svolítið flott, þetta hlýtur að hafa verið frumstætt ykkar megin einhver tíman á ferlinum og ég hef heyrt söguna af ykkur á Borgarfirði Eystri þarna með alert phone, ég veit ekki hvernig þið íslenskið það, hefur þetta ekki einhver stundum verið svolítið skrautlegt ykkar megin líka, eða? Síminn, já, það var nefnilega sko, við hefum alveg margar sögur af því sko. Gátti með það allar. Já, ekki láta það líta út tvær sögur tvær upp á sögurnar okkar að sko, það er eitt að setja upp búnað í heilsugæslum og auðvitað náttúrulega getur búnaðin gefið viðvaranir og þess að það er eitthvað að fer en málið er að það er ekki svo við séum eitthvað að fara að skottast á austur á Egilsstaði að loka einhverjum ískáp eða stilla skilu. Þetta er bara hjúkrunarkonur aðala og einhver tilfellum læknar á heilsugæslunum og þau auðvitað náttúrulega þeim er mikið í munum að lifin sig í lagi, þetta eru þeirra sjúklingar að sjálfsögðu en þeir eru ekki sérfræðingar í því að vera eitthvað sýsla með einhverja kæla og þess að þannig að partur af dílnum við heilbrigðisyfirvöld þegar við fengum þetta var að við myndum vakta þetta allan sólarhringinn, taka móti þessum viðvörunum ef eitthvað gerðist og við myndum síðan hafa samband við heilsugæslunar hvenær sem er sólarhrings og láta þau vita ástandinu og hjálpa þeim við að laga það og þetta líka bara kenndi okkur alveg ótrúlega mikið að þurfa að hringja á Sannfara kannski einhvern hjúkrunarfræðing á Austurlandi að fara að keyra 60 kilometra til þess að loka ískapshurð skilurðu og það er ekki eins og hún fá eitthvað borga fyrir það þetta er svona mjög sko bara góð lífsreynsla og þarna bara helsta sölumennskan okkar var bara að reyna að selja það að þetta væri þeim fyrir bestu að gera þetta en það er náttúrulega þegar við vorum að byrja og það kom upp alls konar atvik og við tókum svakalega alvarlega bara, það er bara ef einhver tíman hittin fór upp fyrir 8 gráður og það var bara, það var bara allt gert til þess að laga ástandið og einhver tíman þá fengum við viðvörun frá Borgarfirði Eystri og ég hringi í númeri sem var búin að gefa upp svarar enginn, þetta var svona seinni part þannig að ok, það er greinlega enginn á heilsugæslunni og ég bara, góður á dýr ég fór bara á já.is leitaði bara Borgarfirði Eystri og fann bara einhvern sem bjóða Borgarfirði Eystri og hringi herðu þekkiru ég ætla ekki að segja nafnið hennar en sem er hjúkrunarfræðingur já, þetta er nú mákona mín já, herðu, ertu nokkuð með símanúmer eitthvað heima hjá henni eitthvað og hún gaf mér upp númerið og þá hringi ég heim til hennar og það svarar að með minni dótturinnar er mamma henni heima hún er bara út í fjárhúsi eitthvað sinna kindunum getur náði hennar bara strax þetta er mjög alvarlegt og var svo kemur hún eitthvað 10 mínútur seinna og ringi tilbaka og ég var að segja bara hitast ég allt og hátt í bóluefnaskápnum bara þetta er bara komið 12 gráður og þetta bara var að skemmast já, hvenær byrjaði hittin að hækka það var svona upp úr hádegi já, það var örugglega heita súpan sem að ég setti í skápin eftir hádegismatinn og það var bara já, hann kæli sér bara aftur og þá var maður og stundu því ég segi þess að sögu við kúnan okkar, lyfjafyrirtækin þetta er fyrirtæki sem að eyða 20 milljarða á hverju ári að passa það að lyfið komist til landsins og svo ertu með dreifingaraðal og heilsalega á Íslandi sem eru að gera allt sitt til að passa það svo fer þetta einhvern skáp og svo bara sett heit súpa við hliðina bara með lyfjónum já, bara með lyfjónum bara, en en þetta var bara já, þetta var mjög komist Já, ég myndi segja þetta er eina fjölmörgum sögum sem við eigum í kringum þessa vöktun og þjónustu sem við ákvæmum að setja þarna upp en ég myndi segja að þegar interaktsinu verður svona mikið við fólk það er ekki verið að hringi fólk og leiðbeina þeim og láta þau vita að hlutinu breytast svona það að fólk fá að vita ég er allan að vissum að þessi tilfelli var súpan ekki sett aftur inn í skápin Nei, og engin líf skemmtust og allir í toppmálum fyrir austan þökk sé Kontróland og frábæri samstarfi við heilbrigðisfólk landsins og dóttur konuna sem náði í hann já, hún algjör hérta í sögunni nákvæmlega, þarna koma margir að svo er alveg ýmislegt það er skápar kannski teknu sambandi að því að það var einfallega verið að þrífa eða eitthvað svoleiðis ryksuga og annað það er fullt af hlutum sem gerðust sem að
en það þurfti mjög lítinn tíma til þess að svona hluti bara hættu. Fólk fór bara að sjá, heyrðu, þarna, það mikilvæg verðmæti í skápna, þetta skiptir máli, og þú þurfum bara að bæta fellin og læra af kannski mistöku sem eru gerð. Og þar spilum við ákveðna rullu, bara mjög mikilvæg rullu. Einmitt, og þú veist, jafnvel þó maður hendin heitir súpum að hugsa bara, þú veist, þetta hefur ekki mikil áhrif á skápinn, meðan þið sjáu bara strax, þetta er komið upp í 12 gráður og bóluefnin getur skemmst varanlega meðan þetta er að gerast. Bara akkurat, sko. Áhugavert, þannig að þetta upplýsir líka bara í rauninni hvað sem er, allan ferilinn frá því að bóluefnið er komið í öxlina, það er allir bara mjög meðvitaður viðkvæmnina og hvað hefur áhrif og hvað ekki. Já, akkurat, sko. Þannig að 2009, svínaflensan kemur, Controlant, bara nú hallið þið ykkur aftur og fætur upp á borð, þetta er bara komið, það ekki? Þarna var þetta bara, þarna sildi þessi höfn. Við heldum að það myndi gerast líklega hann einhvern tímann. Já, það gerast nú ekki mikið að sjálf sér. Nei, en þarna eru við komið með þessa samfæringu. Þarna líka við erum verkfræðingar, tölunarfræðingar og viðskiptafræðingur, pastorahópnum, en engin með hundsvit á lífagerðunum. Nei. Það var svolítið staðan, sko. En við vorum svo heppnir að fá inn svona angel investor, engilinn okkar, hann Bessa Gíslason, sem hafði reynslu af því að byggja upp fyrirtæki í lífagerðunum hérna á Íslandi í smásölu og dreifingu á lyfjum. Og hann kom inn með okkur og fjárfyrst í okkur, en það sem hann kom með sem var svo gríðarlega mikilvægt, það var reynslana og þekkingin á lyfjagerðum. Og maður vilja segja að hann hafi svolítið beint okkur inn á þessu braut. Hann er einn af þessum aðlum sem bara við rekumst á, og hann sér tækifæri að nýta lausnina í að stilla þessu upp í apótekum, og er ásvöldin þátt í því að úr verður að við förum að vakta bóluefnin í rauninni. Svo fáið í kjölfæri til okkar sem sagt, fyrstu sölum mann okkar eða konuna, hún Aðalheiði Pálmadóttir, sem hafði verið að reka sem sagt apótek í Skandinavíu og var framkvæmdastjóri yfir íslensku lyfjainflutningsfyrirtæki. Og ég var að tala hvað er rosalega mikilvægt fyrir frumkvöla sem eru með metnað og þekking og tækninni að fá einn fólk sem skilur bransan sem að fara inn í. Og við náttúrulega núna erum býsna sjóaði við Gísli í þessum bransa og allt það, en á þessu fyrstu stigum að þá skiptir alveg gríðarlega miklu máli að fá smá fjölbreytni inn í þetta. Já, og við fengum einmitt inn Aðalheiði til þess að hjálpa okkur að með útrásina í rauninni. Það var ekkert annað í boði fyrir okkur annað en að fara bara í útrás. Ég minni svona að það verið í kringu 2012 eða eitthvað sem að við förum í eiginlegu útrás, og eins og margir bara byrjum að horfa til Skandinavíu og Bretlands og Er landslagið orðið bærilegra eftir hrun? Já. Við svo sem fundum ekkert mikið fyrir hrunnu, ég vil segja eins og Já, ég hef nátt grínast með það, þegar þau stofnuðu fyrirtæki 2007 og maður lappaði úr einni háskólabyggingunni yfir í næstu á skrifstofan okkar, þá var maður að hugsa, þú veist, bankarnir á sópin fólk, og maður var hreinlega rálat, bara, viltu ekki fara í öryggið hjá bönkunum. Svo árið setna á haustmánuði 2008, þá var maður þeirri einkennilegur aðstöð að vera í litlu sprótafyrirtæki með miklu meiri fyrirsjónleika heldur en flest fyrirtæki landsins. Maður vissi allan að maður ætti svona sirkabót fyrir næstu mánaðamótum. Og þannig að það var mjög sérstök staða. En já, eins og Gísli segir, að þá fundum við, þú veist, við vitum kannski ekki alveg hvernig það hefði verið öðruvísi. Þú veist. Nei, það var allan ekkit svona mikið að merkja, Ég held þetta að kannski frekar einhverju leiti peppa okkur upp í því að vera bara opni fyrir að taka okkur verkefni til þess að fjármagna okkur. Já. Ég man eftir samtali sem við áttum þar sem að við á haustmánuði 2008 þegar sáu hvað stemdi að það voru svo peppari að láta ganga upp að við fórum að vera svolítið frjói líka í að hugsa hvaða sem sagt vandamálu getur nýtt í að leysa hvaða vandamálu getur nýtt lausnin okkar í að leysa. Þannig að það eru fleiri heldur en matvæli, byggingar, iðnaðurinn og lyf og dekk. Lessa, við erum þessu öllu eiginlega. Vorum. Já, við höfum verið. Við erum búin að ströfla þetta eins. Við þurftum náttúrulega bara að vera mjög kreatífir í að fjármagna næstu mánaðamót eins og Elli segir. Og það er á þessum tíma? Já, þangað til að við fáum inn fjárfesti 2011 eða eitthvað, fáum inn frumtak, sem að fjármagnar svona þessu fyrstu útrás hjá okkur og
eins og ég sagði á hann, þá fórum við þarna til Skandinavíu og Englands og gekk í rauninni bara býsna vel, við fengum alveg nokkur svona bara fyrstu kúnarnir okkur í Íslands voru í Danmörku, það voru bara 2 ansi stór fyrirtæki þarna, annað stórt í matvælageiranum líka í Danmörku á þeim tíma og Svíþjóð og svo bara stærsti heilsalinn í Englandi í rauninni, lyfjaheilsalinn og þetta náttúrulega gaf okkur alveg töluvert svona aukið hugrekkið og sjálfströstið alltaf að aukast sko, eftir því sem að við eftir sem við líður á tíman sko, þannig að við svona ennþá alltaf með sama tilgang en við svona öðlust alltaf meira sjálfströst sem að við getum alveg gert þetta á aðeins stærra sviði en hins vegar voru stóru lyfjafyrirtækin ekkert að hafa neitt áhuga á því sem við vorum að gera einfaldlega vegna þess að þau trúðu ekki á skýið og bara í að fyrsta og í öðru lagi bara eitthvað lítið fyrirtæki á Íslandi við erum í Fortune 5 sko, bara láta þið vita bara, það ekki séns að við áttum bara ekki breykið á sko. Það er bæði skýið og líka hreinlega þrálaus tæknina, það bara þessi fyrirtæki voru bara skeptísk á þessu hluti bara absolutt sko. En þið? Ég meina, og nú er auðvitað að líta aftur og segja, nei, við höfum alltaf trúið þessu. Voru þeir líka kannski bara, hvað er ég að geyma þessu gögn í einhverju ský og þráðleysi og við þurfum eitthvað að fara að koma þessu yfir á harða diska Sko, ég myndi, innan fyrirtækisins þá, voru menn alltaf bara, getum við ekki bara breytt henni eitthvað aðeins, þá voru auðvitað að selja hana, getum við ekki gert eitthvað aðeins, en við höfum verið ansið trúr okkar sannfæringu og fyrir okkur er þetta ekki sérstaklega flókið. Bara hafa réttar upplýsingar á réttum tíma og þá geta góðu hluti gerst. Það er bara svolítið þannig. Það þýðir bara, það þarf að vera í rauntíma og þú þarft að hafa aðgengi á gögnum hvað sem er. Og fjöldi samtala sem við átt við hinn á þessa þetta eins og Gísli segir sko, já, nei, við viljum ekki hafa þetta í skilu, við viljum hafa þetta á server inn á skrifstofu, ég vil geta bent á töluna, ég vil sjá hver gögnum mín eru, þetta og þurfa að fara í gegnum endalaust sölustarfirunni til þess að selja og svolítið bara geiranum inn á þessa nálgun, þannig að og það tók tíma, þetta er 2009-10 sem við verum í sýnaflensun og sjáum þetta gerast með notkun á þrálæsistækni og skíinu og svo tekur svolítið langa tíma fyrir þetta pikkast upp í geiranum. En ég myndi segja það sem að við lærum í Skandinavíu, þetta er fyrsta skipti sem við förum náttúrulega út fyrir landsteinina og svo inn til Bretlands og að þetta eru býsna stór fyrirtæki sem vorum að díla við þarna á í rauninni evrópskum mælikvarða og jafnvel heims mælikvarða, en við erum kannski í svolítið litlu broti af þeirra starfsemi, svona litlum anga. En þarna eru farin að fá inn fyrirtæki sem að margir þekkja, skiljið, þannig að við erum byrjað að byggja svona ákveðin portfóljó af kúnum sem við erum að vinna með og það síðan hjálpar okkur að byggja upp svolítið credibility í geranum á seinni stigum. Þú varst að tala um verkefni sem þið voru grimmir í að sækja til þess að bara fjármagna næstu mánaðamót. Ertu með eitthvað skemmtileg dæmi þarna? Já, það sem ég var að vísi þarna meira bara hillu var nokkuð sem við vorum að selja inn í Skandinavíu en með skemmtilegu dæmin við höfum þróað lausnir til þess að rækta þörunga í samstarfi við Allen Háskólans. Glotti Gísli alveg og sjálfsögðu fyrst við vorum fannir að þróa tækni fyrir ræktun á þörungum, akkur ekki að nýta líka í að rækta salat þannig að við tókum þátt í einhverju rannsóknarverkefni í tengslu við það og það er svo magna að lítum við tilbaka og aftur að síðan sagði á hann það er svo gott að setja sér ákvað spinna á hlutina, það er svo auðvelt að segja við hefum ekkert að gera þetta, en við náðum að fjármagna næstu mánaðamót. Við lærðum líka leiðir sem virkuðu ekki. Það er alveg í einhverju tilfellu sem við til dæmis komum skynjurum inn í fiskikér sem dæmi og vorum að vinna þar með Promens og bara mjög flott konsept og bara geggjulaust. En svo bara gekk það ekki upp en við skoðum líka vöktun á mjólkurkerrum, bara í svolítið sama tilgangi, telja mjólkurkerrur inn út af stöðum og svona. En við læriðum alltaf eitthvað af þessu og við í sumu tilfellum þá náðum við að taka þátt í verkefnum, við skiluðum okkar valjúi og fengum líka tekjur til þess að greiða næstu mánaðamót. Einmitt. Ég heyrði eitthvað staðar að þegar við þurftum að vakta gítar. Hittast þið á gítar, getur það verið? Já, það passar.
við erum með hvað er húsljónsveitina, ég kallaði það Queen að vill þannig til að einn af starfsmann okkar Arnold Haig, hann besti vinur hans sonur Brian May og þannig að hann búinn að þekkja hann alveg bara frá því að hann var í háskóla og og það var einhvern þannig, við vorum svona að fara einhverja sýningar og eitthvað og við vorum til dæmis mjög oft á sýningu í Sviss, þar sem heima var í rauninni þar sem að Freddie Mercury bjó, þetta í Montreux í Sviss og Queen var með stúdíó þannig og og okkar maður Arnold Haig, hann er mikill pluggari og hann var alltaf eitthvað að plugga og fekk rótaran hjá Queen til þess að koma og halda fyrirlestur fyrir kunnan okkar og sína þeim og segja söguna með Queen og eitthvað og í staðinn að þá var þá fekk Brian May og Queen búna frá okkur til þess að vakta allar upptökurna þeirra og svona passaði sig í réttu hittastíi og rækastíi og eitthvað og svo var hann með eitthvað svona eitthvað svona animal shelter og var að vakta eitthvað þar fyrir dýrin og eitthvað og við vildum aldrei neitt rukka fyrir það við viljum frekar bara eiga inn í greiða eða eitthvað, ef það kemur upp eitthvað spennandi og og annað sem að þeir voru líka byrjuðu að gera var að fara að trakka í búnaðin í öllum tónleikaferðalögunum og verðmætt eftir gítar í heima einmitt Big Red sem gítarinn hans Brian May sem hann smíðaði sjálfur, hann náttúrulega kollegi okkar rafmagnsfræðingur eða pappa sem rafmagnsfræðingur ekki alveg og sem sagt þetta eitt verðmættasti gítar í heimi í dag og það þarf að passa upp á að hann týnist ekki svolítið þannig og núna þeir einmitt við fáum stundum gefna miða á tónleika hjá þeim og þeir eru einmitt að túra núna og þeir eru að prófa nýjustu tækninu okkar núna að allir búnaðurinn sem í tónleikaferðalaginu, hann allt trakkaður af Controlant. Svo náttúrulega fengum við líka í gegnum þetta samstarf, við áritaðan gítar frá Brian May og inn í fundarherbygginu okkur sem heitir Queen. Það ágætis icebreaker þegar maður fær fólki í heimsókn að rífa hann upp og taka smá hljóma. Tökum við hann fund bara í Queen Já, akkurat. En þetta ekki líka, þó svo þið séu þarna eitthvað með salatið eða þörunga eða gítarinn hans Brian May, ég meina þó svo þetta hafi ekki orðið eitthvað lifibrauð, þetta ekki samt alveg stemming að bara svona fá að taka þátt í þessu og einhver eru nú ágóðun á þessu fyrir hina líka, ég meina þetta samstarf? Algjörlega og við hefum líka talað það í gegnum tíðina við Gísli með öll þessi positive spin sem við setjum allt sem við gert að þá eiginlega flesta sem við gert hefði getið enda í að verða flottu business þörungaræktun með ljóstíðum og svona búnaði sambarlega þessum við vorum að þróa bara orðið big thing í dag og vertical farming og fleira þetta er allt bara stór bransi og hérna voru við og meira þess aftur samtal kannski verður þetta bara Controlant en síðan gerast hlutirnir og hlutirnir þróast og við finnum okkar sillu í lefagerðunum og ákveðum þá skilja við þessi verkefni og halda bara fókus. Ok, og hvenær ákveðið að setja fókusin á lefagerðan bara svolítið svona fyrir fullt og allt, hvenær getið þið lifað af bara á lefagerðunum? Það er kannski eitt verkefni þarna áður en að við tökum bara alveg harða ákvörðun á að vera bara að fókusera á topp 20 stærstu lyfjafyrirtækin í heimi og þarna vorum við vorum byrjaðir í útrás í Bandaríkjunum líka 2016 eða eitthvað minni mig og þar var matvælakeða sem heitir Chipotle og þeir voru búin að lenda í smá vandræðum að kom upp einhver sýking hjá kúnum hjá þeim með eitthvað, ekki E. coli eða eitthvað, ég man ekki alveg. Það var ekki avokado? Jú, það var eitthvað svoleiðis, já, vesen og ásóknin minnkaði, hlutabrifin voru alveg bara komin niður á botn og geðastjórinn hjá þeim ákvað að þeir myndi bara taka allt hitasist eftirlit á öllum vörum sem koma inn til þeim mjög föstum tökum og við svona í gegnum nokkra krókaleiðir og annað, þá náum við þessum samningi við þessi Chipotle og við förum í raun að vakta allan maturur sem að fara inn á veitingastæði Chipotle sem voru ykkur 1000 eða 2000, ég man ekki hvað voru margir staðir hjá þeim og þetta var alltaf bara langsamlega stærsta verkefni sem að við höfum tekið okkur þá
þarna vorum við bara komnir inn í 60 matalaversmiður í Bandaríkjunum að vakta 20.000 vörubíla bara innan Bandaríkjana og vorum bara að vakta þetta, að fá viðvarnir og hringja í tryggafélaginn og láta þau vita að væri eitthvað bilaðar stilling og þess að það. Og valið sem byggum til var rosalega mikið. Sko í fyrsta lagi þá náttúrulega losnuður við öll geðvandamál og ég teiknaði oft svona skemmtileg mynd sko að ég tók grafið af hlutabréfunum þeirra, hvernig það hefði þróast sko. Svo þegar það var svona botnin þá komum við inn og svo eftir því sem að sko umfangi jókst hjá okkur með Chipotle þá fóru hlutabréfin upp hjá þeim, þetta var nána bara svona lína 100% vilni, algjörlega en mér fannst það bara skemmtilegt með hana. Það var eitthvað svona cirka 20 return on investment fyrir þetta, bara að bjarga heilum trökkum og kjúklingum og salati og þess að það. En vandamálið þar var að sko kunnin sem var Chipotle hann tekur ekkert ownership, hann eignast ekki vöruna fyrir að koma inn á veitingastæðin og í rauninni ekki ábyrgur fyrir einu eða neinu. Þannig að sko alltaf þegar við vorum að bjarga heilum trökki á kjúklingi, að því að málega það sem að Chipotle, og þetta svolítið lenskan í þessum hluta matalgerðunum Bandaríkjunum að þú getur bara sagt nei, ég vil ekki hennan kjúkling, það eitthvað skrýtin lykt á honum eða eitthvað, bara nei, ég ætla ekki að taka við honum og það borgar ekki neitt, engar afleiðingar fyrir þig. Þannig að allir þessi kostnaðar og í minkun og rýrni og annað, þetta fór til framleiðendana, en þeir voru ekki viðskiptavinir okkur, heldur var að Chipotle, sem akkurat öfugt með lyfjagerann. Í lyfjageranum ber þú fulla ábyrgð á þinni framleiðslu og dreifingunni á öllu þínum vörum í rauninni. Og þar alveg hefur þú miklu meira það að segja hvernig og hvaða lausnir þú ætlar að nota og þess að það hefur miklu meiri krót. Þannig að þegar við erum að í rauninni að gera það sama fyrir lyfjagerann sem við gerum fyrir Chipotle, þá allur ávinningur að fara til okkar kuna. Einmitt. Og þarna sko það sem að þetta verkefni gaf okkur fyrir þetta náttúrulega bara hellingstekjur og vöxt og annað og þá endanum það við ákváðum að hætta viðskiptum við á að þetta var einhvern veginn ekki rétt fit. Við náum miklu betri árangri í framtíðinni í að minnka matasóun ef við förum þá til framleiðandana og við látum þá vera ábyrga á flutningum á maturunum og gerum þá ábyrga að minnka sóunina. Því það þeir sem eiga vöruna og það þeir sem eiga að bera ábyrgð á henni eins og lyfjagerinn. Og þetta, nú ég bara að tala um Bandaríkjunum, þetta allt öðru sig í Evrópu og annað. En þarna var, það sem þetta gaf okkur var bara, allt í hennu bara skalaðist lausnin okkur alveg þvílíkt og við höfum rosalega gott bara use case og við vorum bara þetta sannfærið það, ok, nú getum við gert það. Nú getum við gert þetta bara stórum skala og desember 2017 þá setjast bara niður og segja bara talaði bara við sölufólkið og segja bara hér listi af fyrirtækjum sem að þið ætlið að targetera og þið hendið öll öðru til hliðar og þetta var bara listi af 20 stærstu lyfjafyrirtækjum í heimi. Segja bara, við bara allt annað bara skrappið því, alveg. Þetta bara targetið sem við ætlum að taka. Og eru þið þarna klippiði líka á samstarf við Chipotle eða önnur svona fyrirtæki til þess að byrja að servera lyfjafyrirtækin? Já, við gerum það fljótlega eftir, ég man ekki alveg hvernig við gerum það sko, Chipotle var náttúrulega lifandi þarna, en þarna vorum við búin að læra af því sko, við vorum búin að vera að vinna með lyfjafyrirtækjum, það var ekki búið að, við vorum ekki búin að ná okkur stórum samningi eða, og að fara inn í alla virðiskeðuna þeirra, menn voru svona að prófa áfram, en við hins vegar sáum valjúið sem við vorum að gera þó þetta var í litlum skala inn í lyfjageirann, við þekktum lyfjageirann og reglugerðirnar, þetta er kröfur, þetta er ekki nice to have, þetta er need to have að rekja hitastig og þannig við sáum bara að þetta fittar miklu meira fyrir það sem að við viljum gera og ef við náum árangur í þarna þá verðum við miklu mikilvægari fyrir lyfjafyrirtækin heldur en fyrir matvælafyrirtækin eins og business modelið er núna. Að maður verður líka að hugsa, það er frábært að ná svona árangri en maður verður líka að hugsa til langs tíma. Er þetta sustainable? Eru við að ná það að verða bara kritiskur aðili og byrgi fyrir þá? Eða er þetta svona meira nice to have og svo að það kemur eitthvað setback að þá geta það bara slögt á þessu með þetta sami? Og það er ákveðin áhætta fólkin í því sko. Þannig að við þurfum að
stíga nokkuð skrið tilbaka með matvælageran og hugsa hvernig við ætlum að gera það en við teljum okkur hafa perfect fit fyrir lyfjageran og við ætlum bara taka þann slag. Og aftur sko, þarna erum við verkefni sem ekki lífandi í dag, hérna í Chipotle, en það sem það gefur okkur í fyrsta lagi þá þetta fyrsta svona Fortune 500 fyrirtæki sem að við þjónustum og með þá lausn sem að þá komið svolítið nálægt í að vera svona, product market fit fyrir bara þetta application að vakta flutning á vörum, milli A og B og í rauntíma og með kláti á bakvið og í rauninni pröfukerfi líka nýja, uppfærslu á vöktunarþjónustunni sem að við náttúrulega vorum líka þáttangur í þarna í byrjun, svo ekki með 30 manna teymi núna, frábært teymi sem að sinna því, en í upphafi þá tókum við þetta og og vorum að berga kjúklingu og salati í fjölskyldubóðum og fleira það fátt sér gleyma meiri það að berga hefðin gáma matvælum eða lyfjum. Nákvæmlega. Þannig að þarna myndi ég segja að við séum að nálgast svona meira eitthvað sem við sjáum bara, þetta getur gengið upp og þetta getur gengið upp á skala. Þarna eru líka búin að fara í gegnum þróun á prótótýpa tækinu sem við vorum að keyra hlutin á þarna. Já, það, maður má kannski líka aðeins heyra því, þetta allt sama tæki sem þið eru að nota í öllum þessum sögum? Sko, í bóluefna svínaflensunni þá vorum við með þessum köllum bara staðbundið eftirlit, þá vorum við að fylgjast með kælum sem að er bara fastir á sínu stað og það er bara vakt út í óundarleikan þann mælipúnt og þetta er svona annarsæðlis, þetta er tæki sem tala við svona, má segja bara þetta sé eins og router sem skila síðan gögnunum í skýið. Okay. En í tilfellinu með Chipotle það eru við að taka skrefið yfir það að vera með svona purely M2M lausn, það sem að tæki bara eins og farsími, skilur bara tengist á netti og skila gögnunum. Það engin millibúnaður eða neitt svoleiðis, algjörlega sjálfstætt tæki. Þannig líka svona tækni umhverfið augljóslega orðið tilbúið fyrir þetta, eða hljómar allan þannig, að svona tæknin komin á sama stig og þið viljið taka. Og myndi ég segja líka að fólk sé farið að setja á þessum tímabúr þegar fólk verið farið aðeins að pikka betur upp þrálaust skýið, skiljið. Einmitt. Og náttúrulega bara líka, þetta hlýtur alltaf að haldast í hendur við bara eins og snjallsíma og svona, bara að fólk sé að nota 3G, 4G svona mikið og ég meina 3G, ég held að það var til bara 2001, 2003 eða eitthvað svoleiðis, en síðan það bara með snjallsímónum sem að þetta er orðið eitthvað sem er algjörlega viðurkennt og eitthvað sem allir eru með í vasanum. Já. En áratugina áður, þá er þetta eitthvað sem svona, kannski fyrirtækinu er hrædd við. Já, eins og þið hafið fundið fyrir. Það er náttúrulega bara að verða auðvitað líka kynslu og skiptingar. Ég meina, það er í dag, ég meina, þú ert bara, ef þú vantar eitthvað upplýsingar, ég meina, þú bara opnar símaðan og þú ert komið upplýsingarnar eftir 5 mínútur, sko. Nei, 5 sekúndur. Já. Þú veist ekki að bíða eftir hennu. Nei. Við erum alveg hættir að rífast hérna í partíum hvaða hljónsveitar með hvaða topplag. Þú fer bara á Viki og flettir því upp. Ógeðslega leiðilegt. Já. Man þarf að leyfa hlutum að liggja á milli hluta, sko. Já, en það er bara, fólk er bara ekkert vant því lengur. Þannig að auðvitað verða kynslóðskipti og fólk fer að hugsa hvað okkur þegar ég býði 3 vikur eftir að fá að vita hvort það verið lægi með sendingunum mína, hvað er ruglega það? Er þá lausnin ykkar þegar að gefa svona upplýsingar, eða sækja upplýsingar í rauntíma, hún er byggð á þá, hvað maður að segja, 3G, 4G, það er alltaf verið að senda frá sér. Já. Dettur hún þá aldrei úr sambandi? Já, bara þegar hann kom út á rúmsjó og svo þarf hann að slökka á sig þegar hann fer borðið flugvél. En þá var hann samt að þá skráir hann bara minni og leið og flugvél lendir þá koma upplýsingarna strax eða leið og skipi sigli fram í einhverju eyju eða nálgast öfnina, þá koma upplýsingar en svo erum við að stenda það bara í rauninni með ákveðnum lausnum líka að gefa þið bara rauntíma yfirsýn yfir vöruna, jafnvel út á rúmsjó og jafnvel upp í lofti. Ég hef með svo margar spurningar sem mér finnst samt þurfa að koma eftir að við förum aðeins að ræða Pfizer og bara undanfæra nála. Þannig ég ætla að þegar þið eru komin hérna 2017, þarna eru byrjuð að móta stefnuna mjög fast en þú veist, tímabili fyrir, mér finnst mjög gaman að heyri þetta þegar að tala hvað voru að pröfa á svona, en var þetta erfitt? Var Controlant alltaf bara að sigla lignan sjó í gegnum þetta og nýtt tækifæri að myndast og bara stemming hjá öllum? Eða er ástæða fyrir að þið eru með þetta positive spin þegar þið lítið tilbaka? Voru hlutin orðnir of neikvæðir þarna? Ég held að það sé alveg að segja að við höfum farið í gegnum ups and downs í gegnum þetta ferli, sko. Bara alveg sannarlega, sko. Já, það er bara ótaf, ég meina, ég kann ekki að telja hversu oft við vorum, bara ekki að sjá fram á næstu mánaðamótum og sjá fram úr þessu eða þess áttar, sko. Það var en það hefur bara einu sinni að mér minnir gerst í sögu fyrirtæki sinns að við þurftum að fresta launagreiðslum einhverja 2 vikur eða eitthvað.
þannig að það eru alltaf einhvern veginn svona bjargast fyrir hotn og sennilega næst komnir í þarna eitt árið sem var ekkert sérstaklega gott fyrir okkur, þá sáum við ekki fram á annað en að til þess að ná að láta þetta ganga, við bara segja upp 30% starfsfólki, vonandi miklu færi þá, þannig að hljóma betur að segja 30% starfsfólki í staðin fyrir að segja upp, ég man ekki 5 eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað voru mörg þarna, en við vissum það náttúrulega að þetta er algjör dreiðarslag, við vorum bara ekki alveg með tryggða fjármögnun og við urðum að geta losað eitthvað kostnað, það tekur náttúrulega 3 mánuði að losa kostnað, starfsmannakostnað á lágmarki og við urðum bara að gera eitthvað og við bara, það var ekkit annað í boði sem við sáum fram á. Þannig að við bara settust niður í framkvæmdastjórninni bara, ok, við erum búin að finna út hvaða aðilar munu, hvað við þurfum nauðsynlega að hafa og hvaða aðilar getum við lifað af þó við þurfum að láta þau fara og þess og þar og það var mjög súrt og svo ákvaða bara að gera þetta bara allt í einu, þannig að svona skipta liði og allir bara gera þetta allt í einu og tala sér við restina af starfsfólkinu og fara bara yfir stöðuna með þeim eitthvað og svo bara, ok, þetta er ákveðið og bara, tökum bara 5 minúti, það var klóstið og græjum þetta svo og ég fór á klóstið og var þar í mínar 5 mínútur og þá allt í einu bara kom eitthvað upp í hausinn á mér, bara eitthvað flétta sem bara var eitthvað byrju, já þessir að fara í fæðingarólof, þessir eru bara með 2 mánuði upp svona frest og eitthvað, þannig að maður taldi þetta saman og þá var alveg, við eigum 1 mánuði viðbót, við þurfum ekki að gera þetta núna, kom tilbaka af klóstinu bara, við þurfum ekki að segja upp starfsfólki og það var bara, og þá fórum við gegnum þetta og það reddaðist og það bara bjargaði því að við þurfum ekki að segja upp neinum og svo náttúrulega kom fjármögnin í gegn þannig að það þurfti aldrei að segja upp neinum og við höfum aldrei þurft að segja upp neinum nema ég man eftir bara kannski alveg í upphafi 1-2 eða eitthvað sem að við höfum þurft að segja upp út af því að félagið var í vandræðum Já. En þetta var oft alveg hrikalega tæft. Og við höfum talað það að gegn tíðina, við tölum að væri með svo köttur með nýju líf að kom oft ansi nálagt en þú veist, svo má segja heppna eitthvað að fara í gegn eitthvað svoleið en við lítum líka þannig að við erum svolítið búin að vera að búa okkur til okkar ein heppni með því bara að raða í kringum okkur góðu fólki, við erum alltaf frábært starfsfólk og höfum alltaf haft og verið mjög heppið með það eins bara þeir aðeins sem koma að félaginu fjárfestar og fleira þannig að við höfum komist í gegnum alls konar með bara mjög góðu samstarfi innandyra og ég meina ef að í þau skipti sem að við höfum staðið uppi á móti einhverju challenge þá er starfsfólki alltaf klárt í að bretti bænmátnar og láta hluti gerast Hvernig er það með svona sprótafyrirtæki að skila hagnað? Ég meina hversu eðlilegt þykir að sprótafyrirtæki sé rekið í tapi? Bara mjög eðlilegt. Og hver er raunin með Controlant? Ég var ekki síðasta ára, fyrsta ára sem við skilum hagnaði held ég. Jú, ég held það bara. 2021, fyrsta árið. Fyrsta árið sem skilum hagnaði, já. Og þetta er bara einhverju leiti lenskan? Já. Þetta er það. Já, það er það. Það fyrir sjálfsögðu fyrir eftir hvernig fyrirtæki þú búið til. Já. Þú ef þú ert að fara að búa til tæknifyrirtæki, þá er það bara hlutarins eðli að þú ert bara að setja bara helmingin þróunarkostnað í, þú ert ekkert komið vöru 1, 2, 3 það bara tekur tíma að fara í gegnum, í okkar tilfelli tók alveg töluvert lengri tíma heldur en höfum viljað kannski, en við þurftum líka að eyða bara mörgum árum í að sannfara sennilega einn mesta konservatív iðnaðinn sem að við höfum á þessari plánetu að bara gjörbreyta því hvernig þeirra vinnulag er. Það er ekkit auðvelt að gera það. Það tekur alveg tíma. Og þá erum við komin aftur að því þegar þið setjið listan yfir topp 20 og segir bara eittur að byrja á sölufólki ykkar. Hvernig fer þetta og getum við bara svona rakið svolítið leiðina að COVID? Hvernig er þetta að ganga og er fólk móttekilegt fyrir þessu í þessum lyfja toppum? Ég myndi segja, við ræðum Chipotle sem var 2017 og eftir að fáið Fortune 500 fyrirtæki sönnum lausnina að stóru leiti og sköpum viðbóta þjónustur
að strax ári eftir að þá fáum við í rauninni náðu samningi við eitt af stærstu lyfjafyrirtækjum í heiminum, hvað ekki á topp svona. Þeir voru með 15 eða eitthvað minn með þá, Allergan. Já, Allergan og það náttúrulega alveg risa milestone, alveg svo Chipotle var út af stærðinni og hvernig fyrirtæki þetta var og amerískt Fortune 500 fyrirtæki að þá var það gríðarleg milestone, fyrsta stóra lyfjafyrirtæki sem við náum til okkar í þessari vöru og síðan og það má alveg segja einhverju leyti gerist það með svolítið skemmtilegum hætti að við náttúrulega vorum í mörg ára undan búin að vera að vinna með Actavis og búin að vera að vinna með þeim í rauninni með alls konar lausnir og svona og svo var ekki þannig að Allergan kaupir Já, þetta náttúrulega búin að vera svakalega fléttur með Actavis þeir já, þeir keiftu Forest, eða saminust eða keiftu Forest Laboratories við náðum aldrei að komast náðu langt til að skrifa undir við Actavis fyrsti samningsturinn var við Actavis svo kaupaðir held í Forest Laboratories version 2 af samningunum með header Forest Laboratories svo kaupir Actavis Allergan þannig að við eigum gamlan header af samningi með Actavis sem byrjaði sem Actavis, var sem Forest Laboratory var sem Allergan sem ekki eiginlega samningur því að sem spinnaðist Allergan aftur út frá Actavis og Teva kaupir Actavis þannig að samningur endaði hjá Teva. Þú misti mig þarna í annarskipti. Já, þetta rosaleg flétta og það auðvitað þar alveg smá kannski óbein íslastenging með Allergan vegna þess að Actavis keifti Allergan og þeir voru undir sama hatti og svo splittustu aftur upp þegar Teva í rauninni sem á Actavis í dag. En Allergan lætur vel af Controlant. Já. Og gerir það opinberlega eða ekki? Jú. Og ég meina það hlýtur að vera risastórt fyrir ykkur, þið eru komin með þetta á bakið nú svona, og náðu þið ekki að sína fram á bara, heyrðu, þið eru með þessi lyf X mikið skemmist, við komum vekk fyrir að þetta skemmist, útkoman þið bara takið meiri pening út úr seldurum án lausnarinn okkar. Algjörlega, það er bara það sem að gerðist bara, það kemur við tókum þessu ákvörðun í desember, við vorum að tilkynna þetta fyrir fólkinu í desember 2017, mér minnir að það bara fyrsta ársfjórðungi 2018 og þá skrifum við undir samning við Allergan. Þetta er náttúrulega smá aðdragandi að því, við vissum að svo sem alveg í hvað stemdi. Svo kemur Teva bara árið seinna og svo koma bara inn 4 af stærstu leigufyrirtækjum. Og þetta byggist að því að við getum sagt þessa sögu. Og málið að partur af business modelin okkar, það sem við gerum að því fleiri leigufyrirtæki sem að nota lausnin okkar, því meira value í gögnunum sem að við eigum og að því að þessi lyfjafyrirtæki eru náttúrulega ekki að keppa í flutningum það eru ekki það er ekki heldur það eru ráðstefnur, þau eru mjög mikið að deila svona best practices og þá náttúrulega þegar Allergan mætir ráðstefnur og talar þetta success hjá þeim þá náttúrulega auðvitað kveikir það í öllum hinum af því að ég oft sagt pharma will boldly go where someone else has gone before það er svona það er engin tilbúin að vera fyrstur að það er einhver annar að ríða brautina og meira sem einhver annar bransi áður en einhver úr lyfjabransanum ríður af aðeins. Algjörlega þannig að Allergan og Teva í rauninni eru svona þessi brautriðundi fyrir okkur inn í lyfjagerann og mjög gott verðan þess að þú annars eða með Allergan sem með frekar dýrarvörur og svo ertu hins vegar með Teva sem er svona genísku framleiðandi með lága marginu þannig að við erum búin að sína fram á það að þetta virkar fyrir alla lyfjaframleiðendur í rauninni og þau eru nógu stór þau eru nógu dreifðum heiminn til þess að stóru lyfjafyrirtækin allra stærstu sjá bara ef þetta gengur upp fyrir þau þá gengur þetta líka upp fyrir okkur og þetta hefur þá vantilega verið bara ákveðið fagnaðarefni fyrir ykkur þetta hlýtur að vera einn af litlu ef ekki stærri sigurum á ykkar bara í ykkar lífi. Ég myndi segja í lok 2019 þá man ég mitt eftir, ég fór í fertusamælsferðina með félögum til Kúbu og ég ákvað að hafa síma bara sem mest slögtan með varðna og pluss að það kostar eitthvað 15 skall mínútan eða eitthvað að tala í síman þannig að ég vildi nú ekkert vera að hangi honum en Gísli sagði við mig sagði ég ætla að trufla bara fyrir eitt og það er ef að ákveði fyrirtæki kvittar á fabinu, þetta er í nóvember og svo fæ ég símtalið og ég vissi náttúrulega að hann var ekki að fara að ringi múta einhverju vesenni eða eitthvað svo leis þannig að það var mikið fagnarefni og þá bara rennur upp fyrir mann þetta sem við vorum að spá árið 2009-10 í svínaflensunni þegar við sáum valjur sem getur komið með og eftir að hafa upplifað
smá skilningsleysi eða svona, kannski núningi að koma þessu lausnum inn hjá lyfjagerunum, nú erum við búin að fatta okkur, nú bara geðin búin að fatta okkur, nú erum við ekki bara komið með fyrirtæki sem er á topp 50 listanum, við erum komið með 3 af topp 5 í bara aktívar umræður eða bara kvitta á samning og og þetta er náttúrulega bara það sem að gaf okkur algjörst bara eldfluga bensín, skilur við þess að halda áfram. Einmitt. Og þetta er nefnilega það sem að, því við erum náttúrulega búin að vera mjög mikið kannski umfjöldun í kringum COVID og Pfizer bóluefnaflutningana, en þetta er að gerast fyrir COVID. Já. Og við erum að vaksa þarna bara býsna vel, við erum komin upp í 50 starfsmenn, eitthvað svo leis, og nú er að ráða fólk og sjá fram og bara frekar vöxt, sko. Þannig að maður veit svo sem ekkert hvernig kontrólant væri án COVID, en við værum búin að vaksa alveg heilan helling og við værum að vinna með stærstu lyfjafyrirtækjum í heiminum, sko. Ég gera eiginlega sömu hluti og við erum að gera í dag. En það má segja þetta hafi ekki flýtt svolítið fellinu. Ég get að segja það sem kom á eftir. Þannig að núna áratug seinna, eða rúmlega, þá kemur annar heimsfaraldur, náttúrulega miklu alvarlegri heldur en nokkuð tímann svínaflensan. Getið hans, sko, náttúrulega hryllilegu viðburður, en fyrir ykkur eins og þetta kúpumóment, það hlýtur að vera eitthvað móment þar sem bara Pfizer eru komnir í spilið. Já, líka ekki áhvert að segja frá því að Pfizer voru eiginlega komnir í spilið á undan. Við vorum búin að fá undirritaða samningu Pfizer primary distribution, eða bara hefðbundna vöktun í hefðbundni dreifingu. Óháð þessum bóluefnum þá. Óháð bóluefnum. Og þeir voru búin að fara í gegnum gæða úttektir og fleira. Sem er náttúrulega okkur öllum til haps að því að það flýtti ferlunu talsveit mikið við að ná þessi samstarf í kringum þetta kritiska verkefni. Ok, þannig þið kannski meira sjáu bara það er að fara að stefna í mjög umfangsmikið verkefni hjá þeim þegar að bóluefnin loksins verða til. Já, þetta var sko, já, við vorum búin að skrifa til samning og við vorum bara að fara að vakta öll fyrir Pfizer þarna og bara var planið 2020 að vera bara búnir að þessu fyrir lok 2020 og svo fekk ég bara símtal í maí 2020 bara, heyrðu, þannig að þetta verkefni sem við gera og við höfum bara skrapaði. Nú setjum við bara allan fókus á hugsanlegt bóluefni sem að mögulega mun virka, við vitum ekki hvenar og kannski verður þetta klárt fyrir áramót, sko. Það var svona bara. Þannig en sko þarna, þið eru þá að segja kannski mögulega eru ekki að fara að gera neitt fyrir ykkur. Kannski verður ekkert bóluefni. Þetta var ekki okkar ákvörðun, þetta var þeirra ákvörðun. Nei, já, ég sagði bara, okay. Það mikil óvissa ykkar megin. Já, það mikil óvissa, þannig að við fáum þetta en við segjum, já, ok, en það þarf ákveðna skuldbindningar eiga sér stað ef við eigum að fara að leggja allt okkar til hliðar til þess að fara að vakta mögulega eitthvað. En þið vilja við hættum að mæla þrýstingin í þessum dekkjum hérna, áður að hafa eitthvað að borða. Já, nákvæmlega. Þessi þrýstingu mæli sér ekki sjálfur, sagði ég bara. Nei. Og einhvern 2 vikur seinna þá fengum við rauninni fyrstu pöntunna frá þeim fyrir þetta verkefni. Þeir náttúrulega, sko, maður glíma það, ég held að Pfizer settu sjálfur 100 milljarða í þetta verkefni áður en þau hugmyndum hvort það myndi virka. Wow. Það var bara bett. Þú sögðu bara, þú veist, ef þetta virkar ekki, þú veist, ok, þá bara getum við bara, þá er þetta bara sunken kost og við sögðum, við reyndum allavega hana. En ef þetta gengur upp að þá, þú veist, þá verður þetta okkur til góða. Þannig að, og partur af þessum 100 milljörðum var líka þá að fjármagna það sem við þurftum að gera fyrir þá. Og við fengum hann að pöntunum á 20.000 tæki, 2 vikur seinna, og sem að var svona, já, 2 ársframleiðsla eitthvað, minnir mig. Já, við vorum á þessu tímapunkt að framlega milli 2 og 3 tæki á mánuði. Já, ársframleiðsla. Já. Sem að þurfti að klárast á vöru sem að við, þetta var útgáfa af tækjun okkar, þetta var fyrir þurrís, -80, sko. Og það er svona útgáfa tækjun okkar sem við prófa, við höfum bara framleitt 100 svoleiðis áður en við fengum þessa pöntun upp á 20.000. Nú er þetta komið upp í 2 milljónir, þannig að þetta er og við höfum einhverja 3 mánuði til þess að aðfinna þetta. 20.000 tækja 3 mánuðum og ímyndaði bara svipin á fólkinu þegar við fórum að, og öllum bara, vá, þetta er ekki smá skuld. Svo mannum við ekki alveg hvernig nákvæmlega tölurnar voru eða dagsningarna, sko, en fyrst kom 20.000 stykkjapöntun og allir svitnu. En eins og ég lýst á hann, starfsfólki okkar, brettur upp ermar og finnur lausnir. Þannig að það var sest niður og við þróum svona hönnuðum ferlið og sáum fyrir okkur við getum nú náðu að græja þetta
En svo úr því við sáum fram á göndu græði það að þegar næsta pöntun er búið 30.000 viðbót eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var, að já, jú, fyrst nú konum upp í 20, þá ættu nú alveg geta gert það líka. Svo kom henni pöntun, 70.000, eitthvað svo leys. Og svo gekk þetta bara skrifi og stiga stigi og eins og Gísli segir að þá erum við í dag með 2 milljónir tækja í þessu verkefni. Og tæplega 400 manns að vinna fyrir kontrólandið ekki? Jú. Þannig, þú veist, í rauninni bara, þið þurfa að margfalda allt. Starfsfólk, framleiðslu, allt saman. Já, ég náðu þessum hvernig þetta bara 2 ár, að það fyrir úr 50 manns upp í 350 byrjun þessan ás. Þetta 7-földun af starfsmannafölda og framleiðslu getan á tækjunum, þetta voru 2-3 tæki og við minnir að meta okkur sér tæplega 200 tæki í mánuði. Já. Þannig að við segjum við átt að það sem við framleitum á einu mánuði þá eru að framleiða fyrir hádegi á mánudegi í dag. Þannig þið náðu að skala vel upp. Já. Hann Tryggvi Þorgeirsson hjá Sidekick Health, hann talaði að samstarf þeirra við Pfizer, að Pfizer væri svona rekið svolítið svona agile, þetta væri svolítið eins og sprótafyrirtæki þó eins mikil risa maskína á þetta finnið þið fyrir því, veist, er mikla kröfur á ykkur fyrir þetta og ég get rétt ímynda mér að, þú veist, maður sé létt stressaður að varan sín virki þegar maður er að segja, herru þau ætla að setja 100 milljónir í þetta hvort sem þetta virkar eða ekki. Já, það sko, já, Pfizer er að mörguleiti mjög áhugavert, sko, fyrirtæki, og, þú veist, við höfðum effektilega, þetta var í maí og við varum bara svona ég held að pöntun kemur í júni eitthvað svona svolítið mikið dottin í eitthvað svona sumafrí, svo fyrir bara alltaf fullsving í ágúst og fyrstu sendingarna fara í lok nóvember, þannig að þetta eru 4 mánuðir eða eitthvað sem að við höfðum til þess að í rauninni bara þróa algjörlega nýtt ferli, því það sem við svona alltaf líka, þetta var það miklu stærri skala bara, fjöld að magni sem að þeir myndu þurfa að senda á grundvelli bara fyrir þetta verkefni er 8 sinnum meira heldur en þeir gera fyrir öll lyfin sín á grundvelli og þeir eru náttúrulega Fortune 5 fyrirtæki, þú getur ímyndað fyrir Fortune 5 fyrirtæki að þurfa að fara að áttfalda eitthvað skilurðu, sem er bara þessa dreifingu og tvöfalda veldu eða eitthvað, ég man ekki hvað, þetta er náttúrulega bara fyrirtæki geti í gert þannig að maður væri mjög agile, sko. En það sem ég held allan svona, fyrir mitt leiti það sem ég kann mest að meta Pfizer er að þeir treysta sínum partnerum, við vorum bara þeirra partner og það var bara, herðu, þið eru bara byrjað ábyrg á þessu, þið þurfum bara að vera þarna og hanna allt allt er að kemur að því að vakta lyfin, það var bara settir fundir með UPS og DHL og FedEx og þeim bara og sagði bara, herru, þið gerir bara sem kontrólan segir ykkur að gera, við erum bara að bjarga mannslífum, þannig að og ég held ég hafi verið svona, frá ágúst bara, þá var ég bara 8 tíma á dag bara á fundum, svo þurftum við að þróa, sko. Það var bara fundir með öllum þessu flutningsaðalum, með geðadeildum og allt þetta, því að við vorum bara með nánast hvítan strega að við leitum til að þetta var svo mikið magn það döði einhver hefbunni leiðir sko. Við þurfum að sjálfleiknum að þetta allt í döðlur, þetta það bara þegar þú ert að ert einhver hjúkrunarfræðingur á einhvern spítala og ert að fara að taka á móti bóluefnum, þetta þarf bara að vera eins og setja panta inniskó á Amazon, sko. Það getur ekkert verið flóknar en það. Akkurat. Og þannig að við þurftum í rauninni bara að byggja það allt upp, því að annars hefði þetta bara ekki verið hægt. Það hefði ekki verið hægt að áttfalda hvað maður segja, þetta er svona fjöldi eininga sem að þeir eru með í kontról, hver einasti kassi þarf quality control, það þarf að lýsa vörunni og þess að þar og áttföldun á því það er ekki hægt nema sjálfnum að það. Þannig að þetta var svona 2 ára vision hjá okkur sem að við þurftum þá að tróða niður í 4 mánuði og vera bara tilbúnir annars myndi bara heimurinn deyja. Og náttúrulega þegar maður hugsa bóluefnin, maður heyrir þetta svona, maður heyrir þetta slúður að bóluefnin sé að vera til, svo heyrir maður að þau eru að geimt við -80 gráður og síðan var náttúrulega mikill skortur á þessu. Ég meina að þú getur bjargað einhverjum bóluefnum frá því að eyðileggjast, skemmast, eitthvað svoleiðis. Ég meina, það er bara eins og kontrólan það er bara verið að bíða eftir að fá þetta verkefni í hendunar, það er bara að bíða eftir að þetta verkefni væri tilbúið. Þetta er svo kjörin laust, sko. Já, ég aftur aðeins, sko, þú veist að þetta er náttúrulega rosalega
frábært fyrir fyrirtæki eins og Controlant að vera dregin í svona verkefni þar sem að við getum hjálpað til við að verka mannslífum í rauninni og tryggja örugga dreifingu svona bólefnum út allan heiminn. En og aftur sko, þú veist, það má segja að við séum, þú veist, þetta sé heppnaður í þessi aðstæðu, en aftur við erum búin að byggja upp rosalega gott undirlag, þú veist, við erum eina fyrirtæki sem er búin að sanna þessar lausnir á einhverju skala í lyfjagerðunum. Við erum komið með samning við Pfizer og erum byrjar ákveðnu vegferð með þeim og svona. Þannig að, já, einhver litum að segja það að við vorum klár í slaginn fyrir þetta, eins klár og við hefum getað verið, skilur við. En vitandur náttúrulega ekki alveg hvernig þetta myndi fara og enda sko, af því að við tölum áðan sko, þá var uppalega pöntun upp á 20 stæki. Það var mikil skali fyrir okkur á þeim tíma, en 2 milljónir tækja. Ef þeir hefði beðið okkur 2 milljónir tækja á þeim tímapunkti, að spurning hvað svarið hefði verið. Ég veit að fólk er að svitna meira. Þú varst að tala alla fundina sem varst á, Gísli. Hann Ragnar Jónasson sem var eitthvað að vinna með okkur í tengslum, hann fyrir Arion Hönd. Hann, ég var að nefna sögu Controlant við mig og ég sagði, já, er þetta heyri ykkur þarna? Hann sagði, já, Gísli náttúrulega, það er ekki sjens að ná í hann, en það er hann Gummi, ég mæli frekar með að tjekka honum. Þetta hefur væntanlega verið smá crunch time fyrir ykkur stofnundina. Já. Ef ekki þetta að segja það. Já, þetta er svona svolítið móða og svolítið tímabil. Fyrstu jólin 2020, ég man voða lítið eftir þeim. Og svona, þetta var mjög mikil móða og já, ég skil hvað Arion Bank er að segja, þess að þeir voru svona að hjálpa okkur með okkur fjármögnun og annað og á einu tímapunkti þá kemur Gummi fjármálastjóri til og segir, nú verður þú að mæta. Þú veist að þeir eru bara farin að hætta að trúa þig og sér til. Þú veist, ég er ekkert að fara að mæta okkur fundið með okkur bankaköllum, ég er bara að berga mannslífum, sko, það bara, þú veist, þeir eru bara veit ekki hvort þú sér til, Gísli, þú verður að koma bara. Einmitt. Þannig að ég skil vel að hann hafi komið þetta svar, en núna erum við bara, núna er þetta bara að vera podcast bara og, ég mæti að vera podcast og snemma heim og bara, þú veist, þetta er öðru sín núna. En aðeins tengdi svo með agility, sko, að ég held að allir sem að tóku þátt í þessu verkefni og voru í samstarfi með Pfizer, sama hvað aðlega var, veist, fólk var tilbúið að fara the extra mile, and then some, í rauninni til þess að láta hlutina ganga upp og ég held sko bara hvernig fólk nálgaðist líka vandamálin, þú veist, ef maður horfir á ferli, þú veist, það er kannski eitthvað sem maður vanti að taka einhverja vikur að mánuði, þá bara horft á ferli og sagt, hvernig getur mögulega stytt ferli með því að bæta fólki inn, með því að breyta forgangsröðun og þetta þurfti bara að taka í rauninni taka yfir allar aðra forgangsröðunir og og það hefur alveg verið trikki okkur bara, þú veist, að við erum alltaf með aðra kuna en þarna erum við með stærsta verkefni okkar og þetta mikilvægt fyrir bara heimsbyggðina að það er svolítið erfitt að forgangsraða því ekki yfir eiginlega allt annað, þannig að við þurftum rosalega balans og það sem við eiginlega gerðum og þurftum að gera, það var basically bara við fórum svolítið aftur í startup mode að stóru leyti og það sem gerum, alltaf Gísli búin að byggja upp alveg gríðarlega flott tengsl við aðalega innan Pfizer og fleiri stöðum og með mikla einsýninni að hvað þarf til að láta svona ganga upp á þessum skala að það verður til lítið og þétt heimi í kringu Gísla og þeir álbáttinn loka sér bara af og byrja að vinna í þessu automationi á þessum ferlum sem maður að lýsa á hann. Á meðan er fyrirtækið, alltaf voru margir sem komu að þeirri vinnu en þetta var svona lítið kjarnteim að segja. Restina af fyrirtækið var að tryggja undirstöðunar, skala upp og tryggja það undirstöðunar. Framleiðslan, grunn cloud-plattformin sem við vorum að keyra alltaf á, hann geti skalast upp til þess að höndla þetta gríðarlega lót sem átti eftir að herja á kerfið í rauninni. Og fyrir utan það að þú veist að við erum í þessu mjög heavy compliance geira, að það er svo rosalega margt sem þarf að fall into place til þess að það sé hreinlega hægt að vinna með lyfjafyrirtækjum á kaliberi við, bara lyfjafyrirtæki yfir höfuð. Já, ég get rétt svo ímynda mér, sko. Já, þannig að við allan tökum þessa nálguna að segja bara, við þurfum bara svolítið að back to the roots, svolítið. Við þurfum bara að vera mjög agile, mjög snögg að koma. Pizzakassarnir bara á skrifstofuna og alls konar, allar tiltaka leiðir. Þetta var bara svona í nokkra mánuði, þá að maður mætti bara 8:00 og maður var að fara heim svona að verða 4 nóttina og maður rétt svona að þið bara 3-4 tímum og bara sá ekki fjölskyldarinn sína og svona, þetta bara, hú veist, en hú veist, þetta er svirði, ég meina maður var bara drifin áfram og við öll og ég meina, þú veist, frábær árangur sem að við náðum í þessu verkefni, ég meina það var engin niðri tími og það er svo mjög mikilvægt
að draga ekki allt fyrirtækið inn í það að fara að customisera eitthvað fyrir Pfizer, þá hefðu jafnvel grunnstóðarna bara, breyst í spagetti, sko. Engin niðri tími þegar þið eru að servera 24/7? Engin niðri tími á laustunum okkar klátinu eða neinu, bara aldrei. Og engin compliance issue eða neitt þess áttar. Og það sem að náttúrulega kannski, merkilegast náttúrulega árangurinn á þessu verkefni eru núna eftir hvað komið nálgast ykkur 6 milljarðar skammtar, 99,998% success. Sem sagt 6 milljarðar skammta sem þið hafið þurft að monitora og 99,98 sem að það í rauninni sem ekkert fór úrskeiðis ykkar megin. Nei, sem að í rauninni bara þar sem að bóluefnið kemur, á endastæðir í 200 löndum 50.000 áfangastæðir, þar sem bóluefnið kemur bara á spítala eða heilsugæslu og það í lagi með það og það má nota það til sjúklings. Já, einmitt. Og það á ykkar ábyrgð að einhverju leyti? Það er miklu leyti á okkar ábyrgð og þessar tölur eru þannig að þessar tölur þekkjast ekki í ekki neinum flutningskeðum, sko. Nei, þá er að tala að vara mætir í réttu ástandi á réttum tíma á réttan stað, að vera með svona mikið success rate, en bætaði síðan við að þú hafðir 4 mánuði til þess að undirbúa þig og þetta er viðkvæmasta vara sem hefur nokkuð tíma verið dreift í svona miklu magni. Þannig að Tikkuðu aldrei í mælana bara eitthvað, shit, kannski er þetta bara ekki að virka, kannski er þetta bara óvart að segja að allt sé í lagi. Og líka þegar að fyrstu bóluefnum fara úr höfn, er það ekkert svona sjálfur á vaktin að fylgjast með og passa að fólk sé alveg pottit að kíkja á skjána? Að sjálfsögðu. Við vorum alltaf og sést, ég man eftir, á einhver tímabúnti þá tók ég með þetta ákvörðum að hætta að fylgjast með þessu vegna þess að ég stóð mig að því einhver tíman að ég var að fara að sofa svona klukkan 1, ætlaði að fara að snemma að sofa, sko, klukkan 1 eftir miðnætti, sé vandræði með eina sendinguna og ég gat ekki annað en að gera eitthvað, sko, þannig að ég hringi í fólki í Bandaríkjunum Pfizer og lætu vita að því og við endum einhvern veginn að vera að sýsla í þessu til 4 úr nóttina og svo bara lagðist ég á kottan og segði bara, ef ég held þessu áfram, þá dey ég. Ég er bara að hætta þessu og fara að treysta bara öllum öðrum að gera þetta, sko. En þá borgarfjörðar eistri mentalityð. Já. Það er núna gott þess að sending hefði verið á borgarfjörðar eistri. Nei, þetta getur ekki verið að gerast. Komið með aðlan í símaskrána. Já. Bara já.is. En má ég bara spyrja snögt, samkeppnin, ég meina, þegar þetta er svona mikilvæg vara sem þið eru að framleiða á þjónusta, fer enginn að gera eins? Jú, ég myndi segja að það er svolítið erfitt að tala samkeppnina, sko, að það er alltaf margir að gera margt til þess að tryggja það að vara fari ekki í neyslu sem er ekki í lagi. Þannig að það er skylda í lyfjagerðinni, þú veist, að flytja vöru sem er háð hitastig og viðkvæm fyrir því að þú sért í raun að mæla hitastig. En þessar lausnir sem Gísli var að vísi á sem hafa verið notaðir 35 ára eða eitthvað svoleiðis, að það er svona svo kallar passi á lausnir sem að þú setur unni skynjaran onni í kassan og svo áfangast þá tekur kubbun út úr kassanum, stingur í tölvu, farið út skýrslu á skjáin, bara PDF skýrslu sem þú þar síðan stundum að senda í e-mail og svo þarf þetta að býða til að fá svarum þá hvort þú megin nota vöruna, ef sérstaklega er eitthvað frávik. Þannig að það má segja að það sé samkeppni, en það er bara brot af því sem við erum að gera. Það er svona þessi compliance hlið að tryggja það að þú megir nota vöruna til þess að fyrir sjúkling. En það sem við erum að gera til viðbót þetta, það er að búa til þess að rauntíma innsýn inn í hvað er í gangi í networkinu. Vita hvort að sending sér stopp í tollunum aukstar, vita hvort að sendingin hafi splittast upp og sem eitthvað hafi verið skilja eftir mögulega bara á malbyggjunu á flugvellinum. Mörg dæmi svoleið sem við höfum verið að grípa og eins líka bara ef að hitastýra að fara út til mörg, að geta raunlega brugðist við og fyrirbyggt tjónið. Og ef það geta fyrirbyggja tjónið, þá allan að veistu það og geta þá panta nýja sendingu. Því að stundum snýst þetta líka það að reynilega bara hilluplásið er náttúrulega gríðarlegt valjú við því að ef þú kemur ekki gánuðinum á áfangastað og svo fyllast hillunar á einhverju öðru liður frá öðrum frá þetta, sko. Þannig að veistu sem við erum að fyrirbyggja það svo margþætt
Örgulega margt sem þeir bara komið í ljós eftir á, eða ekki? Ja, 100%, sko. Við erum bara stanslust, við erum bara í hverju einustu viku að læra nýtt ný use case og annað. En það er sér í rauninni þetta, tryggja að það megi nota lyfin, það er að sjálfvirknivæða og fyrirbyggja tjón og svo er það þessi krítiski partur að það er gögnin sem við söfnum upp sem við getum síðan nýtt í að læra og skoða historikali hvernig hlutin að vera þróast til þess að við getum síðan nýtt þau gögn með okkar viðskiptavinum í að bæta kerfið og ég myndi segja í COVID-verkefninu að þá snerist það að tryggja að individual pakningar kemist til skila en í hvers skipti sem einhver pakning komst til skila að þá voru komið gagnapunktar sem við getum nýtt þess að bæta í rauninni ferli og fleira og punkturinn minni sá að þú getur verið með aðala sem að selja þessa passíva lausnir og þú tryggir að lífið fari ekki í neyslu en þú ert ekki að safna gögnunum með þeim hætt og þú getur nýtt þess að bæta heildar kerfið. Einmitt. Þannig að og Gísli, þú getur ekki bætt einhver von á samkeppnisspurninguna sko. Já, það eru vissulega samkeppnisaðilar, við erum að taka náttúrulega mjög hratt fram úr þeim satt best að segja og þau eru kannski svolítið vorkun til þeirra að þau náttúrulega, þau koma sjónasvið á undan okkur með sömu tæknina, þessa passívu tækni sem Erling var að tala og þangað til að við komum sjónasvið þá bara búið að vera í gangi ykkur 30 ár í rauninni bara hei, ég er með eitthvað kuppurinn minn kostar $0,5 minn heldur en þinn og þú veist, ég er með eitthvað aðeins betri hitasins nákvæmlega en þú en þú veist, þetta er engin breyting þetta er bara, þetta er svona eitthvað þetta er bara á ég kaup mér A eða B þetta er að voða lítil munur á þessu og það er eitt fyrirtæki sem átti bara 50% markaðshlutdeild og við erum náttúrulega búin að éta mjög mikið af því fyrirtæki en svo náttúrulega kannski komum við fram á sjónarsvið og þeir segja, úps, herru, Geirinn hann vill fá innan rauntíma og annað, þannig að þau fara náttúrulega líka að þróa það en kjarnastarfsemin þeirra er bara að selja eitthvað einnota tæki og er ekki að þjónusta eitt eða neitt, bara selja þetta tæki þannig að svolítið erfitt eru þau eru að fara að snúa við fyrirtækinu og búa til nýtt DNA í fyrirtæki sem er búið til í 30 ár eða eitthvað en þetta er alltaf verið kjarnin í DNA-inu í okkar þannig að þetta er svolítið svona viðsnúningur og ég stundu tölu að okkur líður svolítið svona eins og stærsti samkeppni sé að hafa svona ákveðið Kodak moment hjá honum, tölum við það þegar Kodak neitaði að breyta eða þú getur borið saman bara Blockbuster og Netflix ég meina á einu tímapunkti þá kom Netflix og bauð Blockbuster og kaupa það á $50 million þeir voru hent út á dyr og ég get alveg rétt ímyndað og þarna er líka máli ef að Blockbuster hefði keypt Netflix á þeim tíma væri þá Netflix það sem það er í dag ég efast það er ekkit víst Hefur einhver reynd að kaupa Controlant? Já og ég nota, maður getur notað þessa samlíkingu líka í það því að það er alltaf að koma til okkar einhverju utankomuaðilar, samkeppnisaðilar, stórir svona iðnaðar framleiðendur og þess áttar og en við erum alltaf að segja þetta þarf einhvern veginn að make a sense, við erum ennþá að horfa bara á tilgangin, hvað af hverju eru við að þessu, hvað er það sem við getum gert sem er gott fyrir heiminn og þess áttar og ef það kemur einhver aðili sem að við sjáum bara eitthvað svona perfect fit, það getur hjálpa okkur á þessu vegferð að tekið okkur hraðar eða lengra í þessar vegferð, en sá aðili er ekki til í dag, við höfum allavega ekki séðan og sannarlega enginn af okkar samkeppnisaðilum Hafið ekki líka, ég meina, nú er ég aðeins bara veltaði fyrir mér, þið stofnaði þetta fyrirtæki saman og ykkar hlutverk, þið byggið vöruna og vantilega farið yfir í allt annars konar störf innan fyrirtækisins að selja vöruna eða pitcha fjárfestum eða hvaða nú er efist aldrei að þið séu bara réttu mennir í þetta að þið geti gengið öll störf og stækka fyrirtækið og búið til vöruna og passa upp á súpan í kælinum og allt saman er hægt að hafa var heildin svona góð í byrjun? Sko, ég myndi allan að segja að Gísli nú held ég báðir með hömbul með það að þetta er rauninni fyrsta starf okkar beggja í rauninu fyrir utan bara östustopp bara í bæjavinnunni og jú, ég var hjá einu sprótafyrirtæki í einhverja 7 mánuði en fyrir utan það þá er þetta bara fyrsta starfmas og það er eins og sem nefndi þarna í byrjun að maður þurft að gangi gegn maður sem er þroskaskeið á mjög skömmum tíma í allar þessar skölun og það er ekkit langt síðan svona í stóra samíkjun að maður var hands-on að útfara hluti sem fóru inn í raunukörið okkar og svoleiðis í bara forrita og Gísli náttúrulega í þessu verkefninu náttúrulega á bara hands-on á fullu og með ég kannski var meira að
reyna einhvern veginn að ná einhverju stöðleika og aftur sá hvernig anskotunum skölum upp en að organisationið sko, að bæta við sko, fara 50 upp í 370 manns. Veist, þetta er bara crazy en það sem við höfum gert held ég verið mjög góðir í að gera, svona hæl okkur svolítið sko, það við höfum verið rosalega duglegir að fá inn gott fólk. Já. Og við hræðumst ekki að fá inn fólk sem klárar en við á einhverjum sviðum, og við höfum bara verið markvisst að fá inn bara reynslumikið fólk og bara í gegnum alla tíð höfum við fengið bara frábært fólk sem líka tilbúið til að læra, tilbúið til að þróast áfram í starfi og annað. Og þannig held ég að við höfum náð svona þessi komplementar, ég held að við komplementur hvern annan býsna vel líka í bara hugsunum morgun og vinnum mjög saman en við erum með oft svolítið mismunandi perspektíf á hlutina og ég held að það gerir gott svona founder kombo að í þannig samtali að við erum ekki nefndilega alltaf sammála, við erum með mismunandi perspektíf en svo finnum við ykkur að gegja að letast allt áfram. En við gerum það líka bara í ráningum þegar við verðum að byggja teimið. Við fáum bara fólk sem komplementar okkur og brúar göppin sem eru til staðar. Má ég spyrja ykkur svona undir lokin hvað þið, ég meina þið eru svona algjört success story sko og overnight success eins og við höfum farið yfir að sko önnur fyrirtæki sem að núna búið við, hann Reynir Findal fjárfestir var að tala að þegar hann fer út með Credit Info á sínum tíma, sama á þið voru að segja þetta í byrjun, þetta var ekkert lenskan að fara út með fyrirtækið á þessum tíma og þú nefndir, maður hafa búin að sjá viðtölu við Bill Gates og svona Bill Gates, Steve Jobs, punktur þessi tveir gæjar býðum eftir ævisagan þeirra að koma út svo maður getur sé hvernig þið gerðu þetta er ekki einhver að leita til ykkar og in case að það sé einhver sem langar að leita til ykkar eða vita hvernig maður fer að því að stofna sprótafyrirtæki eða bara ná árangri inn í þessum heimi, ekkert endilega að reyna að gera eins og Controlant gerði, eru þið með einhver ráð til fólk sem langar að gera eitthvað sjálf og gera eitthvað nýtt? Já, það er oft sem að er verið að nálgast okkur og reynir maður að gera föðuleg ráð en hvert einasta fyrirtæki er bara sín eigin saga, það er auðvitað þannig og þú sem stofnandi þekki þitt fyrirtæki alltaf best sko en sjálfsögðu það er eitthvað sem maður getur sem maður hefur sjálfur lent í og þá getur maður auðvitað bent fólki á það og það er alveg sjálfsagt og við erum alltaf að reyna að finna einhverja leiðir til þess að geta látið gott á okkur leiða líka innan sprótaheimisins sko en ég held svona bara svo ég fá að koma aðeins að maður fer alveg tilbaka og bara hvers vegna var þetta success hjá okkur að við vorum bara með svo ábáslega góðan grunn, voru 5 stofnendur, ég og Elli og Atli Þór Hannesson, tölvunarfræðingur, Trausti Þórmundsson sem er líka rafmagnsfræðingur og stundakennari og svo Stefán heitinn Karlsson. Ég meina, þetta eru bara 5 bara ótrúlega, ég myndi segja bara flottir aðilar, bara ótrúlega heiðalegir, það hefur aldrei verið, við höfum aldrei rifist, en við erum hins vegar ekkert endilega alltaf sammála eins og Elli sagði. Ég held að ég sé kannski komið einhverja geggjaða hugmynd og svo tala ég með Ella og hann kemur með annar perspektíf og úrverður ennþá geggjaðari hugmynd, skilurðu, af því að við bara leifum okkur að bara bera bara virðingu, vera bara heiðarlegir og segja það sem okkur finnst og það er alveg ótrúlega góð grunnur að byrja á því sko. Þannig að í gegnum allt þetta þá hefur þessi stofnendahópur og fyrstu starfsmenn, þeir eru ennþá og við erum ennþá bara bestu vinnir fyrir utan því miður Stefán. Nákvæmlega. Algjörlega. Það er þetta að tala alls konar svo Gísli bendur á það hver vegferð er uník og ég hugsa að það væri örugglega einhverjum að taka samtalum vitandi það sem við vitum í dag að það hefur örugglega fullt af fólki álökuð okkur að gera ekki ákveðna hluti sem við gerum í fortíðina en væru við í dag með þetta success story ef við hefum tekið aðrar ákvarðanir. Who knows? Við vitum það ekki. En ég myndi segja svona það sem að maður er oft talað og Gísli deilir með mér sko því að þetta er svo mikið kjarnin í því sem að þessari vegferð í okkur sko, það er að við þurfum að vera mjög þolinmóð í gegnum allt þetta og ekki bara við stofnendurnir, þetta er líka bara starfsfólk, hluthafar og eiginkonurnar og fjölskyldunar bara sem að komið því að check nákvæmlega, þeir eru aðeinslegar ég verður að hlusta og bara ágrís, þetta er bara þvílíkur maður þarf að leita þessu stuðningi í netinu kringu sig og sínum nánustu, en það er þolinmæðin en svo er að fara á móti straumnum
að því að kvót frá bara döði fiskar synda með strömmunum það er bara döði fiskar sem synda með strömmunum akkurat, og mann eftir þessu hún Rannveig Rist kom hún var fyrir 20 ára útskiptanema því að var útskrifast úr verkvæðinni einmitt daginn sem við stofnuðum Kontrólant við lítum á þessu stof dagsninguna, þá talaðum það að við ættum að passa okkur á sjúast ekki inn í bankaukara þegar við varum að ná öllum inn, það var stundu gott að fara á móti strömmnum Hún mælti gegn því? Ekki beint gegn því, hún sagði að það væri sannlega option en stundum væri, og oft væri bara mjög gott að fara á móti strömmum, ekki fara og ég þetta, af því þarna var ég búin að ákveða, þetta væri vegferðin sem ég vildi fara á, þetta var svona ákveðin hvatning í þessu, heyrðu, ég ætla bara að fara á móti strömmum og það er bara geggjað, heyra frá okkur að segja þetta og þetta er svona overall, en síðan eru því ég hef átt alveg samtöl við frumkvöla síðast bara í síðustu viku, þá voru aðalega sem böngaðu dyrnar og vildi svona bara taka spjalli maður getur gefa okkur perspektíf en ég var alveg gjarn á það að segja ekki fara eftir því sem ég var að segja inn öllu það getinn sem mitt perspektíf og vinnið sem með það ef þið viljið, skiljið en og þetta er eitthvað sem maður vil gera klárlega meira, það er að gefa tilbaka í formi reynslu og þekkingar ekki nokkuð spurning Það bara einhvern veginn svo, þetta er heillandi heimur, fólki langar að breyta heiminum með því að gera eitthvað og eins og þeir að tala auðvitað er þetta erfitt og búið að reyna á en það er ekki margir sem fá að hafa mikil áhrif á og þið sjáu svona tilgang í því sem þeir að gera, bara með bóluefni hvað þetta er mikilvægt og þetta er að bjarga mannslífum að auðvitað langar öllum að taka þátt í þessu en þið byrjið á því að mæla þrýsting í jeppadekkjum og þá var enginn að leita til ykkar eitthvað, hvernig farið það þessu maður, þetta er alveg geggjað eitthvað og síðan bara allt í einu spilast lífið og þið bara maður tengir punktana eftir á þegar maður horfir tilbaka þannig ég gæti alveg ímynda mér að þið séu líka bara einhver leiti bara, það var bara einhver heppni maður, það var bara þessi á þarna og ég var þarna og síðan hittust við og svo vantaði þeim þessa lausn en á sama móti þá trúðu líka á þetta og það lítur að hafa verið mikil viðurkenning þegar að stóru lyfjafyrirtækin segja, það er bara rétt bara þetta sem við vildum ekki sjá fyrir 3-5 árum, það er bara akkurat það sem við þurfum nú bara 100%, bara 100%. Og það er málið, það er ekkit alltaf nóg að vera réttu maður með rétta lausn og réttum stað þú þarfst líka að vera á réttum tíma það er bara, það hafa verið frábærar hugmyndir en það hafa bara ekki komið fram á réttum tíma og þegar við segjum mikið af þessum verkefni sem við farið í áður fyrir geggjaðar hugmyndir getur verið geggjaðar og bara ekki rétti tímapunktur Akkurat. Bara algjörlega og alveg eitt verkefni sem til þess að í raunin að fá nýtt líf á einhverju liti með ákveðin svona ákveðna reikjanleika lausnir sem við svona snertum á fyrri tímum en bara algjörlega en ég held líka að þessu með svona leiti þekkingu hjá okkur þetta snýst líka bara peppið ekki endilega að fólk sé að leitast eftir að fá að vita nákvæmlega hvernig maður sjálfur myndi gera þetta eitthvað svo leis heldur, það er bara svo geggjað að heyra success story og það er bara rosalega peppandi og maður leitaði mikið í þetta sjálfur þegar við vorum að gangi gegnum öllu dalina Er það? Já. Voru eitthvað svona, og er eitthvað fyrirmyndir eða eitthvað fyrirtæki sem er litið upp til eða er bara þetta klassiska að maður þurfa aðeins að minna sig á að aðri gengur gegnum erfiða tíma líka Alltaf með öllu þess aðgengi gegnum YouTube og fleira og podcast og fleira þá maður hlusta mikið á alls konar sögum bara erlendis frá líka í gegnum innlend podcast þú sjálfur er búin að taka viðtal við Ímsa hún er gegn tíðina og fleiri og þannig að það er svona alls konar aðlur úr íslenska viðskiptalífinu sem maður hefur heyrt í Ég er svo mikið lúði bara fyrirmyndina mínar eru bara mamma og pabbi og kona mín sérstaklega og með stofnendum mínir Elli meðal annars, þetta eru fyrirmyndina mínar í lífinu og það eru segja stundum never meet your heroes en þú ert með þetta allt bara með Ella og konunum alla daga hitt á hverju degi, það er bara þannig Má ég breyta mínu svari? Þú náður að tikka svo mörg borðbæð Þú byrjar að nefna eitthvað og síðan þegar Gísli bara þú sést hans hetja það er svona, þetta er illa gert það er viljandi Þetta er frábært Gísli og Elli, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og rekja sögu Kontrólant og segja frá hæðum og læðum í þessari vegferð og ég óska ykkur góðs gengis með framtíðin Takk hérlega